Já, komið heil og sæl og verið velkomin í Chess After Dark. Þetta þáttu númer, 224? Rétt, passar. Aldrei sem vant með þetta á hreinu. Já. Og það engin smá þáttur í kvöld. Þetta góðvinur okkar. Mjög. Bjarni Benediktsson, fyrir forsætisráðherra, fjármálaráðherra, utanríkisráðherra og þetta formaður sjálfstæðisflokksins frá árinu 2009 til ársins 2025. Vertu hjartanlega velkomin. Takk okkur fyrir. Hvernig liggur á þig, Benni? Bara mjög vel. Já, lítur vel út. Þakka þér fyrir, sem leiðistrengir. Já, ég bara, svona hef ég dálítið nýjan kafla í lífinu og bara mjög sáttur við það og átti líka langan og skemmtilegan tíma í stjórnmálum og svo tók ég ákvörðun að stíga út af þeim vettvangi núna í upphafi árs og við heldum flottan landsfund fyrir stuttu síðan og bara oftur verða hjá mér. Já, sko sko við fáum oft atvinnumenn í fótboltaenga og við spurðum sko þegar það klift á snúruna og þeir allt í einu hætta að spila fótbolta. Já. Hvernig allt í einu þegar síminn byrjar að hætta að ringja minna allavega og einhvern veginn, þetta ekki dálítið sjokk að allt í einu hættur að vinna? Ég lít nú bara þannig á að ég sé bara í svona ákveðnu hléi núna og bara að taka mér smá frí og ekkert að hugsa mjög langt fram í tíman í augnablikinu en þeim meira upptekin af því að vera ekki að hlaða á mig einhverjum nýjum verkefnum eða skuldbindingum alveg á næstunni. Ég get sagt þér að það bara góð tilfinning að sjá dagbókina sína hreinsast. Já, það bara mjög fínt. Og ég var lengi þannig að þegar ég var að sendast á milli funda eitthvað staðar bæinn og ég sá fólk labba inn í efnalaug eða inn í raftækjaverslun eða eitthvað, ég var ofta að hugsa hvernig hefur fólk tíma til þess að vera sinna einhverju svona snatteri að snattast svona eitthvað bæinn sko. Hvað fólk að gera í kringlunni hérna á miðjum degi og virkum degi, en þú veist það bara samfélagið svo fjölbreytt og verkefni fólk svo misjöfn en ég hafði ekki mikið af þessum tíma og bara dálítið fegin að vera ekki með svona þéttbókaða dagskrá heldur í raun og veru bara enga dagskrá. Já. Ég bara að í morgun var ég bara háþrýstið svo gróðurhúsið mitt og stéttina og ég fór á æfingu í morgun og svo fór ég golfhermin í seinnipartinn og við erum að skipuleggja fermingu dóttur minnar sem að verður í byrjun næsta mánaðar. Þannig að og nú kemst ég oftar að heimsækja mömmu og það bara margt mjög jákvætt við þetta. Já, Þóra getur komið leið á þér? Nei, hún var reyndar mjög harður stuðningsmaður minn í stjórnmálunum og mikil svona pólitísk baráttukona þó hún hafi ekki verið mjög hávær svona út af við og þá var hún mjög eldheit í slagnum með mér alltaf og sagði við mig áður en ég kom hingað, Bjarni, vertu ákveðin. Þetta engin lygi sko. Hún bara, já, þú verður að vera ákveðin sko. En auðvitað innst inni þá hún fegin fyrir fjölskyldulífið og allt að við eigum meiri tíma saman og við bæði. Já, frábært. Bæði mjög ánægð með það. Hvað var það sem var svona spenntastur að komast í? Eftir að ég tók þessu ákvörðun. Já. Sko ég veit ekki alveg hvað ég að segja við þessu. Ég meina það þetta bara rosalega jákvæð breyting að geta stjórna tíma sínum og ákveðu hvað maður ætlar að gera fram í tíman. Það hefur að jafnaði verið þannig að við höfum ekki geta með neinni vissu gert ráðstafanir varandi sumarið eða haustin eða jólin eða eitt eða neitt sko og þá ég að hugsa og þá á ég við svona fjölskyldu fríin það verið jafnaði verið þannig að ég hef geta lofað mér í stuttan tíma í senn og allt með fyrirvörum að ég gæti hætt við eða ég þurfi að fara fyrir heim og allt þetta og sem að iðulega hefur gerst. Þannig að það langmesta breytingin að bara það tíminn og hann gríðarlega dýrmættur, hann nú eitt af mikilvægasta sem að maður þarf að hugsa hvernig maður ver tíma sínum. Líka sko þitt starf þó þú kom svo einhvern tímann mögulega í sumarfrí að þá þetta 24/7 starf. Já, ég meina það mjög erfitt að kúpla sig algjörlega út vegna þess að þú veist alltaf hvað býður þín þegar þú kemur tilbaka.
ég hins vegar get alveg sagt fyrir mitt leyti, ég held svona miðað við allt og allt, og þá hafi ég náðað hvílast alveg þokkalega, þú veist, ég svaf alltaf vel og allt það, en þetta gríðarlega mikið álag og það mikil ábyrgð, þú finnur til ábyrgðar þegar þú ert að sinna þessum störfum og það eðlilegt og þannig á það að vera, það líka mjög mikla kröfur gerðar til stjórnmálamanna í dag og þeim haldið ábyrgum fyrir nánast öllu sem að gerast í mannlegri tilvist og í því samhengi kannski full langt gengið í þeim efnum vegna þess að við ætlum ekki að með atkvæð okkar bara að framselja valdi yfir okkur alfarið í hendur stjórnmálamanna, við viljum bara að þeir sjáum það sem að mikilvægt að stjórnvöld sinni hverju sinni og öðru leyti viljum við bara að það sé verið að greiða götu fólks þannig að fólk geti notið sín en þetta annarsamt starf en það dálítið merkilegt sko að þegar maður fer út í búð í dag að þá eiginlega talsveit fleiri sem gefa sig á tal við mann og vilja fara að spjalla um það hvernig hafi verið í stjórnmálunum og voðalega mikil svona tilhneiging til þess að fara að spjalla um það að maður sé hættur meira heldur en það þegar maður var að vinna í stjórnmálum að fólk hefði þörf fyrir það að ræða hvað væri á döfunni en allt mjög jákvætt bara, ég hef eiginlega ekkert annað jákvætt að segja um þessa stóru breytingu þó þetta hafi verið mjög stórt skref og alls ekkert sjálfsagt og ég þurfti minn tíma til þess að taka þess ákvörðun en ég alveg viss um það bæði fyrir mig eftir svona langan tíma og ekkert síður fyrir sjálfstæðarflokkin þá eins og bara stjórnmálasamtök og aðra svona hreyfingar í samfélaginu þá þarf að verða ákveðin endurnýjun þá þarf að hleypa nýju blóði að og það þurfa að koma feski vindar og það gerist helst með því að það verður einhver uppstokkun og breyting til dæmis í forystunni. Já, algjörlega. Líka bara skjóta einu. Bjarni, þú ert líka á besta aldri ennþá. Það ekki eins og sért við grafabakkan, sko. Nei, en enga síður, þá ég búin að vera lengi og þess vegna segi ég bara að núna ætla ég að vera í fríi í einhver tíma og svo kemur bara ljós hvað ég gera næst. Ég eins og þú segir, ég ekkert að segja ég ætla að setjast í helgan stein en ég ætla að njóta þess að hafa opna dagbók og lítið bókað á næstunni. Já. Það ein auðvitað tökum við rittarspurningarnar á eftir en ég lauma einn alveg í byrjum á endanum. Nú forgjöfin komin aftur vel yfir 20. Hann bjart síðan á að ná hann aftur niður þannig að hann verði nú samkvæmishæfur. Já, ég verði ekki sáttur við sjálf mig ef ég fer geng frá golfsettinu í haust og verði ennþá yfir 20 og það verður alveg skelfilegt sko. Það myndi líka þýða það að ég hefði haldið áfram að borga árgjaldið í odd án þess að mæta nokkuð tíman. Ég hef búin að vera að gera það mjög mörg ár. Ég hef alltaf samviskusamlega greitt árgjaldið í golfklúbbum minn og með svona hugmyndir það, ég geti nú kannski látið sjá mig eitthvað en þú veist, það hafa liðið mörg ár þar sem ég aldrei komið og stundum hef ég mætt einu sinni. Þetta ekki gott sko. Nei, sko okkur langar að byrja þetta bara á mjög opinni spurningu. Sko það kynslóð eins og okkar kynslóðleifur við höfum bara alist upp við að Bjarni Ben sé á okkar sjónvarpsskjám og hann að stýra landinu nú hann horfinn, því miður 2009 til 2025 sko, ég ætla að fyrst spyrja bara hvernig horfum tilbaka á hana tíma, var þetta fljótt að líða eða var þetta lengi að líða? Já, það var eiginlega bæði það var mér finnst þetta vera mjög langur tími en á köflum þá var eins og við hreyðumst ekkert úr sporunum svona sem þjóð, við vorum föst í ákveðnum erfiðum uppgjörsmálum en ég verði á sama tíma að segja að mér finnst þetta hafa verið alveg lygilega fljótt að líða og það sem stendur upp úr fyrir mér bara það hversu mikil breyting hefur orðið á þessum árum, það að segja sko við vorum þjóð í sárum 2008, 2009 og það voru gríðarlega mikil átök í samfélaginu svona leiðir út úr krísunni stór uppgjörsmál sett á dagskrá sem að var tekist á í þinginu en líka bara
í öllum útastáttum og sjónvastáttum og Silfur Egils maður, Eva Sjóli alltaf á skjánum að segja okkur hvað væri mörg 100 milljarða í skattaskjólum sem ætti að fara að sækja sem aldrei varð sko og bara svo margt sko landsdómsmálið og þjóðaratkvæður Icesave og þjóðaratkvæða eitthvað skona ráðgefandi til þingsins dröga stjórnarskrá og allt þetta eru engin smá mál og grundvallar ágreiningur í samfélaginu það hvaða leiðir þyrfti að velja og hvaða leiðir verður líklegast til þess að koma okkur svona efnahagslega aftur í gang en núna þegar við lítum tilbaka þá finnst mér mjög mikilvægt að draga lærdóma af sögunni meðal annars það hversu miklu hægt að áorka á ekki lengri tíma og það sé tiltölulega langt tímabil þegar maður segir hvað við segja 15, 16 alveg aftur til 2008 kannski þetta segja bráðum 17 ár að þá það svona í ýmsu öðru samhengi sko ekkert gríðarlega langur tími og við vorum komin á lappirnar efnahagslega og búin að laga til hjá okkur miklu fyrr heldur en menn hefðu spáð og þá ég tala aðeins og ég alltaf gjaldeyrisjóðinn og marga aðra sem hafa voru svona okkur til ráðgjafar leiðir út úr krísunni þá sem að koma efnahagslegri aðstoð alþjóðlegri við okkur Íslendinga þeir hefðu ekki getað trúað því að við myndum vinda þetta hratt ofan af höftunum, skuldavandanum stöðu heimilanna koma kauphöllin aftur í gang fyrirtækjum aftur af stað skapa ný störf, fá hagvöxt þetta hefur gengið miklu betur heldur en að við þorðum að vona en svo hafa komið önnur áföll í staðinn Já, heldur betur Ég meina þetta eru rosalega áföll sem að við höfum orðið fyrir síðustu ég myndi segja 6-7 árin gjaldþrot WOW var stórt áfall fyrir ferðaþjónustuna setti stórt strik í reikningin það árið síðan heimsfaraldur koronaveirunnar kom niður á Íslandi heldur en hann gerði annars staðar því að við vorum svona hlutfallslega meira að treysta á ferðaþjónustu heldur en margir aðrir og erum eyja og ég meina flugvöllurinn var bara því sem næst lokaður, ég meina það var ekkert að gera á flugvöllunum og Bandaríkin lokuð á tímabili fyrir alþjóðlegt flug, mörgum flugvöllum þegar við erum að komast út úr þessu þá verður stríð í Úkraínu það hefur núna staðið í 3 ár það sett á stað flóðbylgju flótta fólks frá Úkraínu alla Evrópu aðfangakeður röskust, verðbólga fór á stað orka í Evrópu varð með dýrari flutningar, ég man eftir að hafa verið að ræða við fórstjóra Marel á sínum tíma sem sagði mér að þeir væru að borga sjöfaldan kostnað fyrir flutning á gámum borið saman við það sem áður hafði verið fyrir COVID á eða? Fyrir stríðið sko. Já, það var voru COVID og stríðið samansetti raskaði svo miklu og en það var auðvitað bara tímabil en ég bara nefni þetta sem dæmi það hversu mikil alþjóðleg krísa var þarna og svo fáum við mikinn fjölda fólk sem vil flytja til Íslands af því að okkur tókst að fá sterka viðspyrnu, við erum með 9% hagvöxt árið 2022 9% sem gríðarlega mikið og yfir 5% árið eftir fólk flytur til Íslands á þessum árum og þá koma Grindavíkur eldarnir og 4.000 manns missa heimilinn og við lendum í svona ákveðnum húsnæðisvanda og þetta eru rosalega áskoranir en við stöndum samt sterkt, við erum með allar lykiltölur áfram í góðu lagi og vel samanburðarhæfar við þá sem að svona hafa staðið hvað fremst í OECD og annar staðar Já, algjörlega, sko þegar þú tekur við sem formaður 2009, kannstu sé fyrir þér að vera svona lengi?
Nei, ég man eftir ég talaði það við félaga minn að sá sem að tæki við flokknum árið 2009 hann myndi nú valla klára kjörtíðanbil sko. Það væri bara það mikil átök og það svona erfiði tímar að það mætti alveg gera ráð fyrir því að það yrðu tiltölulega formannskipti í flokknum á næstu komandi árum. Og það sem gerðist hins vegar var það að það var formannskostning en mér tókst að fá stuðning til þess að halda áfram og svo komumst við vel á skrið þarna með ríkisstjórninni sem var mynduð 2013 og komum mjög miklu í verk á fyrstu árum þeirra ríkisstjórnar en það var svona, við getum alveg svona, það má alveg vera sanngjarn og segja að það var stutt í að ríkisfjármálin væri komin réttum yfir núlli en það vantaði samtalsvert upp á og við fórum í svolítið harkalega skattlagningu á slitabúin, slitabú föllnu bankana og aðra ráðstafanir til þess að endanlega loka fjárlagagatinu. Já, sko einn sem ég með, sko það var mikið af, eins og þú segir, áföllum á þessum tíma og mikið ráðist á þig sem persónu. Sástu, sko, myndur þú taka tilbaka núna að vera allan að tíma? Ég meina að þetta ekkert smá álag sem þú búin að vera undir síðustu 15-17 ári. Sko, nei, ég sé ekki eftir neinu í því. Gastu sé fyrir þetta væri svona brútal? Sko, það sem að mér fannst yfirleitt þegar að menn vildu gera mér erfitt fyrir í pólitík annarkvort í aðdraganda kosninga í tengslum við landsfundi eða út af einstaka málum sem að maður var með á dagskrá þá fannst mér yfirleitt að menn væru að fara í mig sem persónu og væru beinlínis að forðast að fara í málin sem ég var að tala fyrir og það finnst mér vera þá frekar styrkleiki að menn bara leggja ekki í málefnulega samtalið og ég sótti bara kraft í það að segja bara ok, gott og vel, það greinlegt að menn vilja fara bara í persónuna og það þýðir bara það að þeir menn telja að þeir hafa ekkert í málefnulega samtalið í þennan debatt sem þarf að taka enda fannst mér alltaf tiltölulega þægilegt að ganga til kosninga eða samtala við kjósendur vera í kosningabaráttu með þau mál sem að við höfðum að kynna og eins líka svara fyrir og við höfum verið að vinna að hins vegar fannst mér á hinn bóginn ég allt of oft hafa verið fengin í fjölmiðla til að tala einhver mál sem að voru dregin upp á yfirborðið út af því að ég var í viðskiptum áður en að ég var formaður eða með hvaða hætti það áttu að vera alltaf að spila myndband já, ok Tjók það annað fjölmiðlum sem á það ok en já, það er ég held ég viti hvernig það er að tala um en þetta verður maður að sína því ákveðin skilning og sína því líka svona ákveðna auðmýkt að fólk vill vita hver þú ert og hvað þú hefur að gera og fyrir hvað stendur og ef það kemur eitthvað upp þá verður að geta svara fyrir það og gott og vel. Mér fannst þetta ganga allt og langt og mér fannst þetta jaðra við það að vera farið að snúast að reyna að hafa áhrif á kosningar þegar að menn taka upp mál og blása þau upp og slíta allt úr samhengi örfáum dögum fyrir kosningar svo dæmis ég tekið. Einmitt. Þá fannst mér verið að slá ryki í augu kjósenda í þeim tilgangi að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga. Já, algjörlega og líka eins og þú talar um þessum byrjun þáttar að auðvitað erum við að kjósa ykkur til að stýra landinu en það hljóta að vera einhver mörk á hvað má ráðast mikið á einstakleika sem verður að stýra landinu. Eða greinlega ekki? Já, ég veit það ekki. Ég er ekki besti maður til að spyrja um þetta, held ég, vegna þess að fyrir mér eru þau mörk orðin býsna óljós. Já. Það virðist ekki vera neitt sem er heilagt þegar að ef þú hefur gefið kostaður í stjórnmál og ert orðin ráðherra, ert í forystu fyrir stjórnmálflokk,
þá það mín reynsla að þú getur gert ráð fyrir að hvað sem sé dregið upp á yfirborðið og það megi segja hvað sem og dómstólar eru sáttur við að hvað sem sé sett í opinbera umræðu þig og það bara einhver einföld lína, hún segir bara almannahagsmunir að fá að vita þetta allt saman og eitthvað svona sko. Það alveg hellingur af málum það langur listi af málum sem ég finnst vera langt yfir strikið og það hafi verið vegið þannig að sko friðhelgi bæði einkalífs og bara svona einfallega bara persónuvernd manns að ég botna ekkert í því að það skuli vera bara samþykkt og viðurkennt að menn skuli þurfa að láta það slíkt yfir sig ganga. Nei. Nú oft talað um að það sé erfitt að fá gott fólk í pólitík, menn að þetta allavega ekki mikil hvati þá, þegar maður heyrir svona eins og þetta tala Nei, það er ekki alveg sér íslenskt, það er mörg dæmi úr öðrum löndum eða frá öðrum löndum það að það sé hartsótt að stjórnmálamönnum en ég get bara tala út frá mínum eigin reynsluheimi það er ég held ég gæti bara komið með nokkuð langan lista af málum til vitnis það að það virðist mega bara fjalla hvað sem Já, algjörlega Já, þetta auðvitað búið að vera langur ferill og margt búið að gerast eins og þú segir, þetta En hann kom sér í fréttirnar í dag Ég sammála því að þú fengið alveg ótrúlega bökin fyrir hinn ævintýralegustum mál sem að ekkert á pallborðið en að öðru IL-sjóður Já Þú kynntir hugmyndir uppgjör og slit IL-sjóðs í október 2022 Það var ekki vinsæll slagur að taka sem þú tókst á og þarfur Það gekk erfiðlega að ná saman við lífeyrissjóðana sem vildu fullar efndir og vildu áþekkar skuldir og þeir voru með Sjóðin telja að tillagan sem var kynnt í gær sé í samræmi við sín sjónarmið verðlagningu Ásgeir Jónsson á sammáli betri niðurstaða en leið Bjarna hvernig þessi orðið spáns fyrir sjónir? Fyrsta lagi þá sagði Ásgeir þetta ekki á þessum fundi þetta væri betri niðurstaða en leið Bjarna mér fannst þetta nú vera sko, tilbúningur hjá blaðamannum sem var að fjalla hans orð og það var mér nú tilefni til þess að stinga nú penna í dag og aðeins að segja heyrðu, hvað menn að fara þegar við verðum að tala leið Bjarna ég sagði frá upphafi þessu máli að vera langbest að hefja samtal og ég skipaði sérstaka nefnd sko til þess að leiða það samtal alveg frá upphafi, það var þetta fyrsta sem ég gerði í þessum málum síðan leið tíminn og það gekk erfiðlega að fá svona formlegt samtal af stað en það gerðist að lokum undir fórustu annars ráðherra og við höfum verið að vinna þessu máli semst í raun og veru meira eða minna samfellt allan þennan tíma og ég hef allan tíman stutt það að það er þið samið niðurstöðun í þessu máli auðvitað liggur það í hlutarins eðli og það hlýtur að gilda hvað við segja báða aðilana eða það að segja bæði þá sem að eiga kröfur að hendur sjóðnum og ríkissjóð að menn segja ekki að þeir séu tilbúin að semja hvað sem þess að verða aðrir valkostur að vera ræddir og meðal valkostan í þessu máli þá var kannski númer 1 að gera ekki neitt sem að ég verð nú bara að segja að ég var ekki undir miklum þrýstingi frá nokkur manni að gera eitthvað í þessu máli sko. Ég bara tók það ákvörðun að láta reyna á þann möguleika að annarkvort setja á stað samningaviðræður nú eða þá að skoða til hlítar möguleika til þess að á endanum slíta sjóðnum og við fengum til þessu okkur færa lögfræðinga og lögmenn, nei ekki lögmenn heldur fyrirvændi dómar ætla ég að segja sem aðstóða okkur við að setja saman frumvarp það efni en á þessum tímapunkti þá ætla ég ekki að segja annað þetta mál heldur en það að ég er ánægður að sjá að það er komin niðurstaða hjá þessum samninganefndum hún verður að ganga til atkvæða hjá kröfuhöfunum sem nú fyrst og næst lífeyrissjóðir
og það semst þeir sem eiga kröfur á ÍL-sjóð og síðan hefur ráðherrann kynnt það að hann muni þá leggja fyrir þingið tillögu sem að þarf að fást afgreidd þar. Þannig að nú þetta mál bara ennþá í ferli. Ég bara mjög glaður að sjá að það komin sameiginleg niðurstaða hjá samninganefndunum sem að hafa setið við borðið. Við sjáum það af yfirlýsingunum frá fjármálaráðuneytinu sem kom í vikunni að hversu miklir hagsmunir í húfi fyrir ríkissjóð og þar með þá allan almenningi í þessu landi og ef að lífeyrissjóðni geta á sama tíma unað við það eignasafn sem að þeim stendur til boða núna, þá held ég að við sem bara góðri leið með að finna lausn í þessu máli sem að þjónar hagsmunum allra og þetta ekkert litlir hagsmunir. Það kom fram hjá fjármálaráðuneytinu að þegar allt hefur verið gert upp þá gæti skuldastaða ríkissjóðs verið 5% af landsframleiðslu betri en ella. Það yfir 200 milljarðar. Greiðsluflæðið á næstu árum verði betra heldur en ella hefði verið og að ábyrgðir fyrir ríkið snarminka eða 88%. Þannig að allt þetta bara til vitnis það hversu mikið hefur verið undir í þessu máli og akkurat á þessum tímapunkti þá bara sýnist mér að menn hafi haldið mjög vel á þessu og ég vonast bara til þess að þetta mál geti verið úr sögunni með samkomulagi. Já, þetta ekki bara Hermann Guðmundsson setti góðan Facebook-status í dag, okkar maður, hann var að tala að íbúðalánasjóður, þetta fullkomið dæmi það að þið opinbera á ekki vera standi í þessu, bara leyfa einkareknum fyrirtækjum að sjá þetta. Já, það auðvitað alveg hárrétt að það voru gerð mistök með því að þessar ábyrgðir söfnuðust upp sérstaka rannsóknarnefnd sem að fjalla það og það sjálfur sér margrætt mál en það sem að þingi hefur gert að það raun og veru lagði niður þennan íbúðalánasjóð gamla og bara lokaði honum inn í þessu ÍL-sjóði og svo húsnæðismálstofnun í dag húsnæðis- og mannvirkjastofnun eins og það heitir HMS þar semst í raun og veru fyrst og næst verið að einblína á félagslega enda húsnæðismarkaðarins þar sem að ríki getur stigið inn þar sem eitthvað markaðsbrestur og þar sem köld svæði á landinu þar sem erfitt fyrir fólk að fá lán án aðkomu ríkisins og það var meðal annars fyrir þrýsting frá ESA sem að var farið út í þá uppstokkun og þá breytingu en menna þar sem að markaðurinn getur leyst málin þá á ríkið ekki að vera að taka sér pláss og ég sammála því hjá Hermanni. Já. Setur það ríki í kannski erfiðar stöðun alltaf að hinum megin við borðið sitja lífeyrissjóðir en ekki kannski erlendir kröfuhafar eða annars slíkt. Af því að þú mennar að þetta innlendur sparnaður? Já. Nei, ég meina, í mínum huga þá snerist þetta bara alltaf það að, ég meina, það eitthvað lagaleg staða hérna uppi, menn geta tekist á það nákvæmlega hver hún en við búum hérna í réttaríki og eignarréttur varinn, það oft verið að segja, hérna verið að ganga á eignarréttin, nú byrju hann varinn í stjórnarskráni og menn geta þá látið reyna á rétt sem þar, en það voru svona uppi ólík sjónarmið það hversu víðtæk sú vernd var og menn voru að láta skrifa fyrir sig langar lögfræði álitsgerðir til þess að sýna fram á að þeirra málstæður væri hinn eini sanni og ríkið hafði sín sjónarmið í þessu og hafði bara með sér býsna góða ráðgjafa en það finnst mér ekki vera kannski aðalmálið í augnablikinu í ljósi þess að þessar samninganefndir hafa lagt til við sína umbjóðendur eins og ég leyfi mér að orða það að þessi niðurstöða verði afgreitt svona næsta skref að það fari til atkvæða hjá lífeyrissjóðunum og öðrum sem eiga kröfur og til afgreiðslu og síðan eftir atvikum þá fyrir frumkvæði fjármálaráðherrans til þingsins þegar það allt saman komið á hreint þá getum við sagt að málið sé búið ef að það fer vel ef það fer ekki vel þá ómögulegt að segja hvað gerist næst en ég hef verið þeirra skoðunar að þetta frumvarp sem við létum smíða það eigi að fara með það fyrir þingið og það sé rétt að klára það
sjálfsagt að bíða eftir þessari niðurstöðu úr atkvæðagreiðslunni og þetta ekki eitthvað dagaspursmál með þetta frumvarp en það mjög mikilvægt að sé skýrt með hvaða hætti ríki getur slitið aðilum sem þessum sem að starfa á ábyrgð ríkisins og eru ógjaldfærir. Sko til að slúta þessar umræðu, menna ég var að lesa pistil í dag það sem að við resna fólk var nú mikið að gagnrýna fyrir þegar þú settir þetta á borð svo þið núna tilkynna þetta mál og allir voða happy, ég meina þetta dæmi það að það auðveldara að vera í stjórnarandstöðu og svo þegar að byrja hitni í eldhúsinu að þá mögulega var þetta bara rétt sett upp í þær? Mér fannst ekki mikil innistæða fyrir þeirri gagnrýni sem að ég fann fyrir á þinginu á sínum tíma og oft á tíðum vera bara mikil regin miskilningur uppi þegar að því var haldið fram að við verum að leggja til eitthvað konar eigna upptökuna, það stóð aldrei til og stóð aldrei neitt annað til en að ríkið stæði við þær skuldbindingar sem að ríkið hafði tekist á herðar en nákvæmlega hvers efnis þær eru það getur vel verið að hafa verið ágreiningur það og þá hefði verið hægt að leysa úr því en þá leið átt að varða með almennum lögum sem að við vorum með í frumvarpi sem að hefur verið sýnt í þinginu. Það bara, sko þetta á margan hátt sko dálítið lögfræðilega flókið mál. Já. Það kemur inn á all nokkur réttarsvið. Og taka þetta langa tíma? Já, þetta hefur tekið langa tíma. Þetta líka miklir hagsmunir og og sko ég ætla nú ekki að vera að eigna mér meira heldur en að ég á í þessu en ég ætla samt að segja sko ég var ekki undir þrýstingi frá nokkrum einasta manni að fara fram með þetta mál ég gerði það bara vegna þess að ég sá ekki annað en að það væri mín skylda að gera allt sem í mínu valdi stæði til þess að tryggja þarna ætti sér stað sem fyrst uppgjör á þessum skuldbindingum þannig að staða ríkisins og þar með almennings myndi hætta að versna og ég sá tækifæri til þess vegna þess að við höfum langan tíma fram að síðustu gjalddögum á þessum kröfum fyrir framan okkur og það var sömuleiðis augljóst að á einhverjum tímapunkti þá myndi sjóðurinn tæma eignasafn sitt, hann væri búin að nota síðustu eignirna til að borga skuldir og þegar það liggur fyrir, ætla menn bara að sitja með hendur í skauti eða ætla menn bara segja den tíð, den sorg, sko, látum bara þriðju ríkisstjórnuna hérni frá fástu það vandamál, ég hef annað að hugsa. Það finnst mér bara óábyrgt. Þess vegna sett ég mála á dagskrá. Og tróskilið fyrir. Já, algjörlega. Nokkuð mál sem eru í deglunni í dag, það synd að við fáum ekki Bjarna í stjórnarandstöðu, en það verður hafa það. Já, ég hef alveg haft gaman að því. Móti öllu. Já, ég hef alveg haft gaman að því að vera í stjórnarandstöðu bara svona ég meina það kannski tvennt í því annars vegar sko bara til þess að tryggja að menn séu ekki með einhverja söguskýringar sem ekki standa skoðun þegar maður veit hvernig hlutirnir hafa æxlast og hvernig röða atburða hefur verið og allt það þá langar mann stundum bara að vera til staðar til þess að tryggja það að það sem sagt standi skoðun, rétt skuli vera rétt en ekkert síður bara til þess að vera í hugmyndafræðilega samtalinu það sem að tilstendur að gera og ég bara tek það fram fullum fetum að það snýst ekki bara það að vera alltaf á móti öllu. Ég heyrði núna Samfylkingun alltaf segja aftur og aftur eins og ég myndist reyndar á landsfundinum daginn að nú verði sko kakan stækkuð og það stand til að stækka kökuna til að geta staðið undir velferðinu og ég segi bara frábært þetta bara, þetta bara mín pólitík sko. Ég hef ekki heyrt þau tala þetta áður þar sem ég hef heyrt þau segja alltaf að vera velferðin sé forsenda efnahagsumsviðan í landinu að fyrst þurfa að tryggja velferðina og þá geti fyrirtækin þrifist og allt það en þessi nýju tótt sko að stækka kökuna til þess að tryggja getu ríkisins til þess að halda úti þéttriðnu velferðarneti þetta bara sjálfstæðistefnan í hnotskutt þetta það sem við höfum talað fyrir og það gott að það að skila sér til fleira fólks, jafnvel utan flokksins. Já, klárt mál. Mér langar að byrja einu sem hagræðingahópurinn góði, það sem að þau settu inn, byggu til vefslóð, það sem að kjósendur í landinu, fólki í landinu, gætt sett inn hagræðingabeiðnir. Tillögur, já. Þú hefur inn tillögubeiðni?
Nei, ég let hann alveg vera Bjarni Benediktsson já. Þú hefur áður nefnt að það séu ótal tækifæri til hagræðingar ríkisreksturinn. Já. Er þessi 70 milljarðar tala fyrir allt kjörtímabili mögulega bara lítil í því samhengi? Sko, þetta ef ég mann þetta rétt þá þetta tala fyrir 2026, 7, 8, 9 til 30, ég mann ekki hvort að árið 2030 inn í þessu líka. Ég held það reyndar 5 ár undir þá. Sko, ef þú tekur þessa heildartölu og greinir þetta eins og segir Hvernig fannst þér hugmyndin hefðum að gera þetta í fyrsta lagi? Jú, hún er mér finnst það bara, þú veist, góð hugmynd að leita til almennings og sérstaklega þegar við sjáum svona ríka þáttöku þá var alveg svona, það var eftirspurn eftir því að fá að segja sína skoðun og því leitunum til það sniðut, ég menna mér finnst það styrkja bara svona lýðræðið, það gefur fólki tilfinningu að það sé verið að hlusta og þú skiptir máli og röddin skiptir máli og svona og stjórnkerfið gerir vel í því að opna sig fyrir skoðunum fólk sko í svona málum. Ég get ekki annað sagt bara að menni hróskili fyrir það. Þetta hefur verið reynt áður í ýmsu formi, ég man þegar miðflokkurinn bjóð til einhverja vefsíðu burt með bakni.is eða hvað það hét og þau kynntu það með pomp og prakt sko og svo eru allar tillögur teknar saman og kynntar en það gerist aldrei. Það eru mjög mörg ár síðan þetta var sko en það var út á COVID eitthvað sögðu að náðu aldrei að taka saman tillögurnar og þetta hefur svo sem verið reynt svona með ýmsum hætti stundum bara einfallega í samráðsgáttinni sko vegna einhverja tiltekinna mála en burt sér frá því. Þú spyrir sko, er þetta mikið? Sko, ef maður horfir á þetta þannig að sko, í ljósi þess að 30 milljarðar af þessum rúmlega 70 eiga að koma vegna betri innkaupa, þá það dálítið svona þetta mjög gróf áætlun, bara einhver svona prósentutala af einhverjum heildarinkaupum yfir einhvert 5 ára tímabil og þetta þetta mjög auðvelt að segja, við ætlum bara stunda betri innkaup. Og ég var nú yfir opinberum innkaupum og fór í alls konar aðgerðir. Við fórum í meiri háttar uppstokkum með nýjum forstjóra ríkiskaupa á öllu verklagi innan þeirra stofnunar og breyttum í grundvallara atriðum sko á mörgum sviðum því hvernig ríki stundar sín innkaup. En það ennþá mikið verk að vinna, ég get tekið undir það. En ef að svona tæplega helmingur af heildarfjárhæðin bara, við ætlum bara að ná 1% betri innkaupum yfir allt þetta tímabil, þá finnst mér það dálítið svona loðið og óáþreifanlegt og það verður aldrei hægt að fara í uppgjör á þeirri tölu. Þannig það svona, maður verður að taka tillit til þess. Síðan á koma einhverjum starfshópi upp til þess að ná betri árangri á Landspítalum sýndist mér, það aðrir 8 milljarðar, já. Sko, nú erum við bara komið helmingina heildar fjárhæðinni og það allar þessar hugmyndir sem kom frá almenningi ef að þær eru samanlagt sko hinn helmingurinn, þá það auðvitað ekkert mikið að sko kannski rúmlega 30 milljarðar á 5 árum, þetta eitthvað rúmlega 6 milljarðar ári, ég meina það getur ekki undir neinum kringumstæðum talist há fjárhæð sko. Minna, veist, við erum iðulega að útfæra sko, 20 milljarða hagræðingatillögur sko, í gegnum öll ráðuneyti þannig að svona að umfangi þá finnst mér þetta ekkert gríðilega mikið mér finnst ríkisstjórnin líka að lenda eins í vandræði með þessa tillögur af því að þau voru mjög mikið að segja sko, þetta alls ekki okkar tillögur sko. Já, það var dálítið þannig já, og ráðherrar koma svo og segja ég sé að það búið að halda blaðamannafund og það búið að segja að það sé hægt að gera þetta og gera hitt og ég vil bara það komið fram að þetta verður aldrei gert og þetta verður aldrei gert þannig að þetta sko, jafnt sniðugt og það að fara út til fólks og opna á samtalið og þá getur verið mjög snúið fyrir ríkisstjórnina að gera grein fyrir því hvað af því sem að kemur fram í slíku samtali verði gert að stjórnarmálum og hverju þau eru að hafna. Það hundlega eðlilegt að vera að segja fólk, heyrðu þetta, takk fyrir samtalið þegar ég ætla að hafna þessu. Og mér finnst þau vera einhvern veginn svona í miðjuverki að gera það allt saman upp fyrir sig. Þau eru mér að byrja að bakka Þorbjörg fækkun dómara, nei þetta var nú bara eitthvað tjók hjá þeim og svo nýsköpunarsjóðurinn Kría 9,5 milljarður sjáum til afnema áminningarskyldu og opinbera starfsmenn Nei, ég meina þau eru þetta heiðarlega með það, þetta eru tillögur sem kom inn en það sem að
þú veist, allir að bíða eftir að fá að vita, ok, hvað það nákvæmlega sem þið ætlið þá að gera og hversu mikil hagræðingu hægt að ná og sko, sko, nú það þannig að við höfum verið að glíma við ómikla verðbólgu hérna undanförnum árum. Reyndar var sem sagt verðbólgan á samræmdan mælikvarða, hún var lengi vel sko minnst á Íslandi en síðan þegar húsnæðisliðurinn fór svona hækkandi að þá varð verðbólgan raunverulegt vandamál hér og vextir fóru mjög hátt og þeir séu teknir að lækka. Nú verðbólgan að lækka aftur en sko í aðdraganda síðustu kosninga þá fannst mér að það væri komin ákveðin samhljómur svona á mörgum fjölmiðlum og stjórnarandstaðan var náttúrulega öll orðin sammála það og maður fann fyrir þessu víða í samfélaginu. Þetta væri allt sem að ríkisfjármálunum að kenna. Og svona upp frá því þá fara menn í einhverja meira áttar hagræðingaaðgerðir og svona. En í mínum huga þetta vitleysa. Þetta miskilningur. Við vorum að bæta afkomu ríkissjóðs það mikið frá ári til árs að aðhald ríkisfjármálunum var bara ágætlega að kallast á við aðgerðir Seðlabankans þar sem raunverulega að setja þrýsting á verðbólguna í landinu og við þurfum að finna leiðir til þess að ná betur utanum. Það bara launaþróunin á Íslandi og það svo miklu stærra mál heldur en einhverjar 5 og 6 milljarða hagræðinga aðgerðir í stjórnarráðinu frá einum tíma til annars og nú voru að koma tölur fyrir árið 2024 launamál frá Hagstofunni sem sýndu mér að við erum ennþá bara í mjög sko örum takti í launahækkunum nánast sama á hvaða stétt litið. Já. Og þessi aðferð sem við höfum verið að nota undanförnum árum í þessum stóru kjarasamningum þar sem að langmest hefur farið til þeirra sem að eru lægst í tekjustiganum henni auðvitað ætlað að tryggja þá endanlegu niðurstöðu en þegar við skoðum í baksýnisspeglinum hvað gerist síðan þá sjáum við að launin eru ítrekkað að hækka upp allan stigan og sama hvernig þú snýr þessum teningi þá endar alltaf bara með þá hlið uppi að þetta mikla launahækkanir munu skila meiri verðbólgu heldur en þar sem að launahækkanir eru hóflegri og meiri í takt við framleiðinaukningu. Við munum sitja upp með hærri vexti ef við ætlum áfram að hækka laun 6 og 7% á hverju ári. Það bara, við getum bara gefið okkur það. Og hættum þá að vera að rífast einhverja 5 og 6 milljarða hagræðingatillögur í þeirri trú að það sé það sem hafi valdið verðbólgunni. Sko. Þarna finnst mér menn setja bara kíkin á blindaaugað. Og það ekki verið að ræða sko stóra verkefnið sem það hvernig við semjum kaup og kjör á Íslandi, hvað við hefðum geta gert öðruvísi og betur til þess að halda aftur af launaskriðinu og það líka verður bara að segist eins og það áhyggjuefni að það hefur verið of mikið launaskrið í opinbera geiranum, bæði hjá ríki og sveitarfélögum og þá eru menn að hækka laun umfram kjarasamninga og ég held að þingið ætti að spyrja sig hvaðan koma fjárheimildirnar? Hver gaf fjárheimildir fyrir launagreiðslum sem voru umfram kjarasamninga? Þær kom allavega ekki frá fjármálaráðuneytinu inn í fjárlagafrumvarpið sko. Nei. Það ekki fjárlagaliður í fjárlögum sem segir og svo erum við með slatta svona fyrir launahækkanir svona umfram kjarasamninga. En hvað getum við gert eins og til að mynda stéttarfélögin sem eru svona líka öflug sjáum bara kennaran núna síðast 24% var einhvern veginn allt í hersöndu hvernig hægt að sporta við þessu? Við þurfum bara að eiga dýpra og betra samtal við verðum að komast upp úr þessum átökum og ég vil segja að það séu merkjum höfrungahlaup ennþá til staðar við þurfum að bara vera viljug til þess að við verðum að viðurkenna lögmál hagfræðinar í þessu ef þú tekur meira út heldur en innstæði fyrir ef þú hækkar launin meira en framleiðinu aukningin leyfir að þá eru allar líkur á að þú sért að grafa undan sjálfum þér og þú endir með verðbólgu umfram það sem þú telur ásættanlegt
og ef að verðbólgan of há þá færðu vexti sem að tæki Seðlabankans til að halda aftur af verðbólgunni, þetta bara svona sko. En þú tekur þennan slag ekkert við Birgi og Sólveig Önnu? Já, ég held að þau einfaldlega verði að koma að þessu samtali, það bara nauðsynlegt og sko það hafa verið gerðar skýrslur á undanförnum árum, ég man eftir skýrslu sem að Katrín Ólafsdóttir skilaði til okkar og svo var Arnór Sighvatsson sömuleiðis með aðra skýrslu en þessar skýrslur eru yfirleitt að segja svipaða hluti, til dæmis þessi skýrsla frá Katrín, hún var bara að segja það sem einkennir þetta á Íslandi að við erum að hækka launin meira og við sittum upp með meiri verðbólgu og aðeins hærra vaxtastig en þetta fellur yfirleitt í mjög grýttan jarðveg og ég skil alveg í leiðtoga stéttarfélagana sem að segja að þeir séu að tala fyrir hópa sem að margir hverjir eru á berstrípuðum töxtum og það sé ekki launaskrið hjá þeim hópum en ef að niðurstaðan alltaf svo að samningar sem að eru þannig úr garði gerðir að tryggja hagsmuni þessara hópa ef þeir leiða síðan til launaskriðs hjá öllum öðrum þá verðum við að bara horfast í augu við það saman sko. Og ef við námennum ekki saman í kringum þetta borð að horfa á þetta af einhverju raunsæi og sanngirni, þá erum við föst í þessu sama fari. Nú það þannig, eins og ég sagði þá þannig að verðbólgan að lækka, en hún fór allt og hátt og vextir þurftu að verða allt og háir. Það hægt að ræða það endalaust sko hvort að vextir hafi mögulega farið of langt niður og síðan kannski farið of hátt upp aftur en það sem að skipti máli núna að það tókst að slá niður verðbólgu og við erum að ágættri leið en ef að við til lengri tíma litið viljum sjá vaxtastig sem að líkist því sem hjá nágrannalöndunum þá gengur ekkert að fyrir fólk sem ætla að láta taka sig alvarlega í þessari umræðu að segja bara helvítis krónan sko eða þetta bara það verið að fara illa með opinbert fé aftur ég þeirra skoðunar að víða sé hægt að fara mun betur með opinbert fé bæði hjá sveitarfélögum og ríkinu og það stöðugt verkefni því verður aldrei lokið það bara á ábyrgð hvers og eins ráðherra, það ekki bara ábyrgð fjármálaráðherrans heldur, það ábyrgð allra ríkisstjórnar og allra fagráðuneyta að vera að fara eins vel með opinbert fé og hægt til að ná þeim markmiðum sem menn hafa sett sér en ég á sama tíma þeirra skoðunar að vinnumarkaðurinn hann sé stórkostlega vanmetinn sem orsakavaldur fyrir verðbólgu á Íslandi og takk eftir því núna, ég las til dæmis grein eftir Thomas Möller sem í Viðreisn og áhugasamur að Ísland gangi inn í Evrópusambandi og hann segir núna í nýlegri grein sko, nú þurfum við öll að fara að undirbúa okkur undir það að sækja aftur aðild og fara í aðildarviðræður og endanum eins og hann vill sko gangi í Evrópusambandið og eitt sem að vinnumarkaðurinn þarf að gera sko þegar við erum komið evruna þá gengur ekki að hækka launin sko meira en framleiðniaukning býður upp á ég las þetta og sagði bara, Tómas, þetta rangt það þarf að gerast núna með krónunni sko þá ekki að nota evruna sem eitthvað skonar vogarafl til þess að komast inn á þennan stað. Hvað breytist þá? Ekki neitt. Nei, það sem gerist það að þú hegðaðir áfram með svona sameiginlegan gjaldmiðil að þú ferð inn í evruna og reynir að haga þér svona eins og þú gerir núna. Snareikst atvinnuleysi. Já, þá tekur þú sko ójafnvægið út í gegnum atvinnuleysi. Það bara það sem þú gerir. Þannig að þeir sem halda að þetta leysist bara sjálfur sér með nýjum gjaldmiðli, þeir hafa rangt fyrir sér. Já, ætlum við að kalla, bara til að slúta þessar umræðu, ætlum við að kalla eitthvað smá leikþátt á þessar hagræðingartillögur eða eitthvað? Nei, eins og ég sagði áðan, mín upplifun svo að ríkisstjórnin hún svona, hún opnaði faðminn og sagðist vilja hlusta, það kom rosalega mikið í gluggapósti til þeirra og þau voru bara kapnað undan bréfum sko og svo gerðu þau ágætlega því að sorta þetta og segja, þetta það sem kom út úr þessu en þau hafa auðvitað ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera sínu og mjög stórt hlutfall af heildar fjárhæðinu sem kynnt á blaðamannafundi bara þetta sko, 30 milljarðar af 70 eitthvað milljörðum, 71 milljarðar held ég
bara, við ætlum bara að ná 1% betri innkaupum. Já. Hver ætlar að gera það upp síðan þegar upp staðið, sko? Að þú hafi, hvort þú náður 1% betri innkaupum eða hvort þú bara náður verri innkaupum, sko. Hvernig ná þetta að vera mælanlegt í einhverju samhengi? Já, en mér langar að spyrja því svona ef við horfum heilt yfir á efnahagshorfurnar á Íslandi, ef við skoðum, já, við erum búin að sjá með verðbólguhorfurnar, við erum með húsnæðisliðin í þessu öllu saman og já, bara hvernig þú sér þetta fyrir þig, Bjarni? Já, ég mjög bjartsýnn á framhaldi. Við höfum í fyrsta lagi sýnt getu til þess að byggja upp nýjar stoðir hagkerfisins á undanförnum rúmum áratug. Ferðaþjónustan orðin gríðarlega öflug, útflutningsatvinnugrein. Við erum að sjá hugverkaiðnaðinn, mjög sterkan rannsókn og þróunarstarf, það var orðið til ný fyrirtæki á síðasta áratug og sum þeirra tiltölulega ný. Ég meina Alvotech kemur hér og verður stærsta félagið í Kauphöllinni á skömmum tíma. Þið þekkið þessi dæmi önnur, ég meina það eru mörg fyrirtæki sem að byggja á hugviti á Íslandi, Keresis sem gaman að sjá að svona byggir í raun og veru á þeirri staðreynd að við erum sjávarútvegsþjóð en þarna erum við með enn eitt dæmi að menn ná að þróa afurðir úr sjávarútveginum inn á nýjar brautir. Við erum að sjá þetta í lækningavörum, við erum að sjá þetta í alls konar heilsuvörum, kollagenið. Ég sá að Ölgerðin hafði verið að kaupa kollagen fyrirtækjum daginn og jafnvel að hugað markasetningu erlendis á drykknum, kollabinu. Sko, við höfum sýnt alveg rosalega mikla færni í því að skapa ný verðmæti úr bara hugviti og þekkingu sem að eiga rætur svona í grunnatvinnuvegunum líka. Og þetta heldur áfram. Nú eru stóru áform uppi landeldi. Við getum séð á næsta áratug mjög stór fyrirtæki verða til þar ef að vel tekst til. Þetta er dálítið frumkvöla starf en aðstæður virðast vera góðar fyrir það á Íslandi. Og ef við horfum svona aðeins meira á makrómyndina þá skuldastaða ríkissjóðs bara heilbrigð. Við höfum alla burði til þess að loka fjárlagagatinu á tiltölulega skömmum tíma ef menn leggja áherslu á að stækka kökuna, bara vaxa út úr vandanum. Og við erum tiltölulega ung þjóð og við erum með vel fjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar. Og ég hef lengi sagt sko að maður hefur áhyggjur af því fyrir hönd margra Evrópuríkja hvað þau ætla að gera þegar kemur að skuldadögum lífeyrisskuldbindinga sem að þar svona hafa verið byggðar upp og svona liggja dálítið eins og mara á framtíðar kynslóðum. Mætti alveg líka því við ÍL-sjóðin, það svona tundudibli sem enginn vil snerta. Já, ég meina það alveg rétt. Á sín tíma þá árið 2016 þá afnámum við líka bakábyrgð ríkissjóðs á LSR-deildinni sem að var liður í jöfnun milli vinnumarkaða og risastórt mál í sjálfu sér, alveg svo bara það að hætta að taka nýja inn í LSR-deildina sem að við erum að borga háar fjárhæðir inn í ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar. En sem sagt, heilt yfir þá stað okkar í lífeyrismálum mjög sterk, við erum með betur fjármagnað lífeyriskerfi heldur en flestir aðrir. Við höfum gríðarlega mikla vaxtarmöguleika, við erum tiltölulega ung þjóð og við eigum hluti sem að verða mjög eftirsóttir í framtíðinni, það að segja sem sagt hreina náttúru, við erum með próteinið í hafinu og við erum með græna orku. Og við hefum mikið eftir af möguleikum til þess að nýta grænu orkuna og byggja upp verðmætt fyrirtæki eða starfsemi sem að getur verið með heiminn allan sem sitt markasvæði og byggir á nýtingu grænu orkunar. Þannig að svona að teknu tillit til allra þessara þátta þá finnst mér framtíðin fyrir okkur Íslendinga vera gríðarlega björt og mér finnst að vera vanmetið. Ef við horfum tilbaka þá sjáum við að krónan hefur verið stöðugur í gagnvart dollar heldur en evran síðustu 10 árin og rúmlega það. Þannig að ég hef lengi furðað mig á því hversina það ekki meiri áhugi erlendra aðila á að kaupa bara hreinlega íslensk ríkisskuldabréf inn í hagkerfi sem með þetta góðar framtíðarhorfur, þetta góða svona grundvallar stöðu, grunnstóðir, vel menntuð þjóð,
við erum mjög vel tengd hérna í gegnum flugleiðanetið til og frá Íslandi og við erum sömuleiðis mjög opið hagkerfi, við erum ekki bara aðilar að EES-samningnum heldur erum við búin að fella niður bróðurpartin af tollum, það er bara landbúna tollarnir sem að standa eftir og þar er Ísland engin undantekning sko, Evrópusambandið með tolla fyrir landbúna gagnvart þriðjulöndum en við erum kannski fyrst og fremst bara ennþá með áfengi og tóbak og svo eldsneyti og bíla þannig að við erum frjálst opið hagkerfi sem að á mjög bjartar framtíðarhorfur og það er engin ástæð til annars en að vera bjartsýnn en eins og alltaf þá er hægt að klúðra svona stöðu og maður þarf að nota góðu árin til þess að búa í haginn fyrir þau mögru sjáu bara sko kapphlaupið orkuna sem er í gangi núna í heiminum til dæmis fyrir gervigreindina hvaða verð þessi fyrirtæki eru tilbúin til þess að greiða fyrir orku þetta eru góða fréttir fyrir land eins og Ísland Já, algjörlega Við ætlum að halda án að tala sem er í deiglunni sko, eitt sem að við hjóum eftir ég undirbúin ekki verið þáttinn Hvað finnst þér augljósa refsigirni stjórnvalda á hendur fjölmiðlum sem hafa spurt stjórnarflokkana óþægilega spurninga? Jú, ég held að menn hafi nú farið fram úr sér í viðbröðum algjörlega fram úr sér og það er þetta ekki hægt að koma þeim til varnar sem að hóta því að það komi niður á fjölmiðlum sem eru þeim eitthvað erfiðir en mér fannst þetta að vera svona eins og eitthvað byrjandamistök hjá þeim sem átti í hlut þetta er ekki léttvægt, þetta er bara mjög alvarlegt þegar menn láta skína það þeir ætla að beita valdinu með þessum hætti Já, það er ekki gott Til að slúta þessu, nú er hafið vinna við nýja öryggis- og varnarstefnu fyrir Ísland sáum við talið Þorgerði Katrínu bara í kvöldfréttum í kvöld sko, var krefjandi að vinna varnarmálum Íslands með Vinstri græna öryggistefnu? Já, við fundum kannski fyrir því þegar við vorum að vinna sko, þjóðaröryggisstefnunni að það var mjög erfitt að koma því við inn í þeirri vinnu að ræða varnarmálin í tengslu við þjóðaröryggisstefnuna. Það fékkst þó á endanum sko, sameiginleg niðurstaða í þinginu þau efni og máli kláraðist. Ég var á þeim tíma sem ég var í utanríkisráðuneytinu að leggja drög að vinnu þessi efni í samstarfi við skrifstofu þessa málaflokks og svo hafði Þórdís verið að vinna talsverða vinnu og gaf út skýrslu núna í fyrra bara ég held að sú skýrsla hafi komið út í nóvember sem að svona kynnti til sögunar svona útlínur fyrir nýja stefnu þessi efni ég bara fagna því að Þorgerður Katrín sé að taka þetta mál áfram og taka það lengra og formgera þetta ennþá frekar þetta er sannarlega mál sem að skiptir máli að við séum vakandi yfir og það er bara ekki hægt að réttlæta það að menn verði gripnir í bólunu það þarf að greina þessa stöðu og grípa til ráðstafana þannig að við gætum að til dæmis lykil innviðum á Íslandi og geta okkar til þess að verja þá og komið veg fyrir bæði hryðjuverk eða aðrar ógnir sem að geta stæðið að þeim og svo þurfum við að hafa lágmarks viðbragðsgetu og við þurfum líka að geta verið traustur og áreiðanlegur samstarfsaðili NATO-þjóða sem að eru að taka þátt í að halda upp í vörnum fyrir okkur Íslendinga til dæmis með loftrýmisgæslunni Já, nú eru þetta í mitt varnarbandalagi eins og bendir á þú átti nú fund í gegnum Skype á dögunum með Donald nokkrum Trump Shit, já, gleymar það maður Já, það má ekki gleymast en sko, heimurinn, já, hann er að breytast nokkur hratt núna
aðgengi að erlendu mörkuðum, það hefur ekki verið vandamál til þessa sérstakt en svo vinna hefur í raun og veru aldrei fallið niður, við erum alltaf að leita leiða meðal annars í gegnum EFTA en líka með tvíhliða hætti að því að ryðja úr vegi hindrunum fyrir útflutningsafurðir okkar Íslendinga. Gerðum hér fyrir ekki löngu síðan samning við Indland, svo dæmis í teki sem bara risamál og vegna þess sem ég var að segja áðan að við höfum fellt niður mjög mikið af tollum og viðskiptahindrunum við Ísland sko bara og að hluta til í skrefum sem að voru bara einhliða ákvarðanir okkar. Þá finnst mér að menn hafi nú ekki mjög góðan málstað sem að vilja reisa einhverja sko tollamúra gagnvart Íslandi og það nefni ég núna vegna þess sem að við sjáum gerast þessa dagana að það er verið að reisa nýja tollamúra og það ganga svona tolla eitthvað skonar fallbyssukúlur milli ríkja, Kanada og Bandaríkin núna síðast en semst í svona þessu alþjóðlega viðskiptasamhengi þá finnst mér við vera ágætlega staðsett og ég lít bara á það sem kost fyrir okkur að vera þá bara EFTA EES-ríki en ekki Evrópusambandsríki þegar að Bandaríkjamenn beina sjónu sínum að Evrópusambandinu og segja, við erum ekki sáttu það hvernig Evrópusambandi hefur komið fram við okkur. Já, við erum ekki því mengi, þannig að það er ágætt. En þetta er ágefni enga síður og það er ekki gott að þegar að þeir sem hafa verið leiðandi í gegnum áratugina lýðræðisríki sem hafa talað fyrir frjálsum viðskiptum og hafa verið sko burðarstóðin í ýmsum lykilstofnunum sem að hafa veitt okkur skjól og verið okkur mikilvægar til þess að tryggja okkar hagsmuni þegar að þeir virðast vera að draga svona mikið í land og jafnvel lýsa miklum efasemdum tilvistar rétt sko slíkra aðila. Alþjóða viðskiptastofnunin hefur reyndar lengi verið í tilvistarkreppu og ekki gagnast eins og til stóð til þess að ryðja brautina og vera vettvangur fyrir svona skapandi lausnir en það breytir því ekki að við höfum getað vaxið, við höfum verið að vaxa 3,5% að meðaltali í rúman áratug og við höfum fundið nýja leiðir fyrir okkar útflutningsafurðir en það er ekkert, við getum ekki gefið okkur að það verði alltaf þannig að við þurfum að láta okkar rödd heyrast stilla okkur upp með þeim sem er að tala fyrir sambærilegum gildum og við viljum kenna okkur við og hafa vökult auga með þessum átökum. Ég lít þannig á að þetta sé ákveðin birtingamynd af breytingu sem er að verða á heimsvísu og var fyrir þó nokkur síðan upp að vissu marki að minnskosti fyrir síðan. Við sáum það fyrir svona 15 árum síðan að það stemdi í gríðarlega fjölgun millistéttarinnar í Asíu og með því að það verður svona mikil fjölgun þar sem að í heiminum áður voru 2 milljarðar í skilgrendri millistétt þegar að sú tala tvöfaldast á 20 árum sem að spáð hafði verið 2010, það myndi gerast til 2030, þá er alveg augljóst að því fylgja aðrar afleiðingar og meðal annars svona geta vaxið efnahagspólitísk átök, geopólitísk hreyfing fer á stað og þungamiðja heimsins svona efnahagslega, hún er að bara færast austur á bóginn, Evrópuríkin hlutfallslega sem sagt í heiminum skipta minna máli svona í þú skoðar bara heildarframleiðslunni í Evrópu hlutfallslega af heimsframleiðslunni þá er hún að minnka og fyrir síðustu 15 árin er það ágefni hvað Evrópusambandið og Evrópuríkin hafa gefið eftir gagnvart Bandaríkjunum, það hefur verið meiri vöxtur þar en enga síður Evrópa og Bandaríkin hlutfallslega á móti öðrum og hlutfall þessara heimsálfa af heimsframleiðslunni hefur farið minnkandi
og það var alveg við því að búast að það myndi brjótast út í einhvers konar geopólitískum breytingum. Þannig að þetta eru tímar mikilla breytinga. Það þetta eru viðkvæmi tímar. Við höfum ekki að gefa okkur neitt varðandi það hvernig úrmunni spilast fyrir okkur, heldur halda augunum opnum, halda á lofti okkar sjónamiðum og kynna líka okkar sögu, okkar stöðu og vanda okkur bara í hverju skrefi sem að stíði verður í framhaldinu. Já, algjörlega. Ég verð að spyrja bara, hvernig að sitja fund með Donald Trump? Við áttum símafund sem að var bara mjög svona afslöppuðum nótum, sem að hann var mjög forvitnast bara Ísland og hafði mikinn áhuga á því að átta sig á sko bara, já, hversu mörg við værum, hvaða tungumál við töluðum. Hann vissi þetta ekki? Já, hann vildi vera alveg viss, hann vildi heyra það frá mér og hversu mörg þið og hvaða tungumál þið að tala og hvert viðhorf við væri gagnvart Bandaríkjunum og Kanada og Evrópu og allt þetta og hvert okkar DNA væri svona sögulega og svona bara áhugasamur sögu og menningu þjóðarinnar, verð ég að segja, en frekar lokaður varðandi samtalið þessi stríðsátök sem eru enn að eiga sér stað og hefur margt gerst í mildtíðinni. Já, klart. Hann var aðeins að þreifa fyrir sér á stöðu Íslendinga gagnvart Bandaríkjunum. Hann var bara mjög áhugasamur að vita hvert viðhorf Íslendinga væri gagnvart Bandaríkjunum og hversu margir töluðu ensku til dæmis og hversu tengd við værum Kanada og hvaðan Íslendingar hefðu komið upphaflega og hvað við værum að fást við og svona. Hann spurði margar spurninga. Já. Maður hefði viljað vera að fluga vekka, maður hefði ekki það. Sko bara ein stutt, sko, við erum búin að klára alþjóðamálin hérna, við erum búin að lesa því. Sko, þú varst mikið spurður að í kosningabaráttunni þegar okkar að slíta þessari ríkisstjórn. Núna getum við hort aðeins í baksýnisspegilinn. Ég spyr bara opinna spurninga, horfum til baksýnisspegilinn, var þetta rétt ákvörðun? Hefurðu þurft að bíða og reyna að ná einhverju málum í gegn eða var það bara ekki hægt? Já, ég held að þetta hafi verið hárrétt ákvörðun í margs konar samhengi, sko. Það var í mínum huga teiknast upp ákveðin pattstaða í stjórnarsamstarfinu. Það voru fyrir mína parta of stór viðfangsefni sem að stjórnin var með og sínum borðir sem að ég sá ekki fram á að við getum leyst og það myndi bara hafa gert stjórninni ennþá erfiðara fyrir. Líka í ljósi þess að við vorum að sigla í áttina að kosningum og til dæmis Vinstri græn voru farin að svona láta í það skína þau vildu fá vorkosningar að þá sá ég fram á hættuna á því að ríkisstjórnin myndi svona vera lifandi dauð einhvern veginn næstu mánuði og það ekki boðlegt, hvorki fyrir sko flokkana sem slíka en ég bara heldur fyrir þjóðina sko. Við verðum auðvitað á hverjum tíma að hafa samhenta ríkisstjórn sem að sko hefur ekki bara umboð heldur hefur líka sko starfhæf. Já, er vel starfhæf til þess að halda utan mikilvægastu verkefnin og við vorum með mörg máli menn að við vissum að það var ágreiningur milli stjórnarflokkana einstaka frumvörp sem að snéru að hælisleitendakerfinu en það var fleira sko, það var á sviði orkumála þá höfðu Vinstri græn sett mjög fast niður fótinn og það voru stoppmál í ríkisstjórninni sem að ég hef heyrt að segja sko að við hefðum átt að setjast yfir en sko ég var búin að sitja með þeim í ríkisstjórninni 7 ára og ræða orkumál mjög reglulega þannig ég vissi nákvæmlega við hverju var að búast þar og ekki síst í aðdraganda kosninga. Það voru fleiri mál sem að mér sýndist að hefðu geta orðið ríkisstjórninni erfið sem tengdust til dæmis tekjuöfluna frumvörpum vegna fjárlaga og svo var líka var bara að horfast í augu við það að það hafði myndast svona mótbyr fyrir stjórnina sem að var ekkit alveg auðsér hvernig hún ætti að komast út úr eða fást við á þessu halva ári sem að við höfðum að misskosti fyrir framan okkur og þá ég bara að tala um það að vextir voru frekar háir en þeir voru sem sagt byrjaðir að lækka þarna
og mér fannst það þá bara duga okkur til þess að segja, við erum komin fyrir vind með erfiðasta tíman í vaxtaákvörðun. Nú þurfum við að kjósa til næstu ára og við þurfum nýja ríkisstjórn. Það þarf að stokka upp spilin og úrslitin í kosningunum voru fyrir mig dálítið óvænt vegna þess að þetta var á endanum meiri breyting heldur en ég hefði getað spáð fyrir Ég man eftir því þegar að Píratar fengu góða könnun þá sögður ég okkar markmið þessum kosningum að vera stærri en Sjálfstæðarflokkurinn. Það gekk nú ekki alveg eftir sko. Og Sjálfstæðarflokkurinn lyfti sér svona hressilega frá þessum botni sem vorum að mælast í en auðvitað ekki góð niðurstaða á nokkuð mælikvarða fyrir Sjálfstæðarflokkinn en ég segi bara það litast af ytri aðstæðum og það litast af langri stjórnarsetu og í 3 flokka stjórn þetta var langlífasta 3 flokka stjórn lýðveldistímans og þeir sem að haldaði fram að þetta verði allt saman skrifað á reikning of mikilla málamiðlana mér finnst það ekki vera alveg raunsönn skýring eða rétt lýsing á því sem þarna gerðist vegna þess að í mínum huga þá var það verðbólgan og háir vextir sem urðu ríkisstjórninni lang erfiðastir. Það þegar að heimilin í landinu fundu að það var eitthvað það að gerast sem að fólk vildi fá breyting á og ég nefndi það í upphafi þáttarins að það varði eitthvað svona stemming það að þetta væri ríkisfjármálin sem hefðu verið aðal orsakavaldurinn. Það hendaði stjórnarandstöðunni, það hendaði vinnumarkaðinum, það hendaði öllum þeim sem að gátu með einhverjum hætti borið einhverja ábyrgð á því hvernig þessi hlutir hefðu þróast og þar með talið sveitafélögun sem að fara með skipulagsvaldið, þau höfðu náttúrulega aldrei gert neitt rámt. Það hefði enginn gert neitt rámt sko. Þannig að það var komið svona stemming gegn stjórninni sem að sagði mér að við myndum ekki ná mikið lengra ef ég hefði ekki hoggið á hnútinn þarna þá veit maður aldrei hvað hefði gerst kannski sæti ég þá í dag bara sem forsætisráðherra og við verðum að sigla inn í kosningar í maí eða í september eða eitthvað en ég ekkert vissum að það hefði verið hvorki betra fyrir minn flokk eða fyrir landsstjórnina heilt yfir og það ekkert þannig að við í Sjálfstæðarflokknum bara göngum út frá því að við hljótum alltaf að geta verið í ríkisstjórn sko. Við höfum verið meira eða minna í ríkisstjórn í mjög marga áratugi núna og þegar að þær aðstæður skapast í landinu að við töpum atkvæðum og þurfum að taka sæti í stjórnarandstöðunni eins og gerist núna, þá bara gerum við það að fullir alvöru og þessu landsfundi sem vorum að klára það fannst mér vera mjög mikill sóknarhugur í fólki og ég held fyrir Sjálfstæðarflokkinn að þá sé meiri sóknarfæri í þeirri stöðu sem að er uppi núna heldur en ef við hefðum haldið áfram og veðjað á að þessi stóru ágreiningsefni sem voru komin upp í stjórninni þeir myndi einhvern veginn leysast. Já, sko mikið eitthvað leiðtóm töluðum sko að þið hefðu ekki átt að framlengja stjórnarsamstarfið en ég hvet fólk til að telja úr kjörkossunum 21 þar sem að þið héldu velli og Framsókn bæti vissi þannig að stjórnarmeirihlutinn stækkaði þannig ég ætla ekki að spyrja út í það en ég ætla hins vegar að spyrja var þetta mögulega búið þegar límið ákvað að fara í forsetakosningar? Þegar Katrín fór? Já. Það var þetta mjög stórt skref sko svona já og mjög svona mikla krossgötur fyrir þessa ríkisstjórn að hún stígur út af stjórnarheimilinu, það ekki þetta að neita því, hún var sú sem að bar upp í samtalið milli okkar við Vinstri græn og mjög svona atorku mikill stjórnmála maður hún lætur aldrei verkur hendi falla alltaf að og verið gríðarlega mikil breyting fyrir allt stjórnaráði þegar hún fer að vettvangi en það verður líka að segjast alveg svo að það verður að gera ráð fyrir því að svona breytingar getur orðið og það þarf ekki alltaf að þýða endalóks ríkisstjórnar Halldór Ásgrímsson steig út úr ríkisstjórn á sínum tíma, ég meina Davíð gerði það
sömuleiðis og hérna, svona breytingar geta orðið. En þessi fundir sem átt með þarna þá Guðmund Inga og Svandísi, ég meina hugsaður á þessum fundum, já ég mun ná okkar málum í gegn. Þetta var bara erfiði fundi fyrir okkur öll. Það var mjög mikil tortryggni í þingflokki sjálfstæðismanna og það held ég hafi líka bara átt við í hinum þingflokkunum. Þannig að það var ekkert sjálfgefið hvernig úr myndi spilast en ég var þeirra skoðunar að við ættum að taka höndum saman og klára kjörtíðanbilið. Þegar komum var fram á haustið þá fannst mér einhvern veginn algjörlega hafa fjarað undan stjórninni og þá bara var að horfast í augu við það. Já, algjörlega, sko ég var að horfa á viðtal við undirbúningi fyrir þáttinn það sem að þú spurði hvort að flokkurinn geti farið undir 10%, þið náttúrulega farið í 19,4%. Fór tölvöld betur en á horfðist en samt eins og þú talar kannski ekkit frábær niðurstaða. Nei, þetta er bara vond niðurstaða fyrir Sjálfstæðisflokkinn, það er bara... Sko, ef við fáum að spyrja það bara, þú kannski svaraði þessu áðan, ég meina, hver heldur að sé ástæðan, kannski þetta verið að pinpointa en af hverju ekki meira fylgi? Ég held að það séu margar ástæður fyrir því. Eitt sem að má alveg hafa í huga menn segir við vorum alltaf með 34 eða eitthvað prósent og 38 eitthvað það var. Já, það voru líka aðrir kjósendur þá sko. Já. Margir sem þá kusur fallnir frá og margar nýjar kynslóður komnar inn. Samfélagið á fullri ferð og hreyfingu. Stjórnmálflokkarnir verða að geta aðlagast sko breyttum aðstæðum og tala til nýrra kjósenda og þeirra breytinga sem að verða hjá gömlu kjósendunum, þeir eru að færast úr því að vera einleipir yfir í að hafa stofnað fjölskyldu og úr því að hafa verið að ala upp börn yfir í það að sjá börnin sín flytja heiman eða aðrir eru komnir í hjúkrunarþörf og svona. Sko við þurfum að tala við fólk í gegnum sko æviskeiðið allt og gangi takt við breytingar í samfélaginu. Og það er bara mjög krefjandi. Það hafa margir stjórnmálaflokkar orðið til á undanförnum árum, margir þeirra hafa horfið jafn óðum. Framsóknarflokkurinn klofnaði upp í miðflokkinn og framsókn. Ég heyri suma haldaði fram að miðflokkurinn sé skonar klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum sem ég finnst algjörlega fráleitt mál. Það þarf nú ekki annað en að benda á það að Sigmundur Davíð stofnandi flokksins var áður formaður Framsóknarflokksins. Já. Og stofnaði flokkinn í kjölfarið því að þar fór fram uppgjör fórustuna. En síðan er viðreist líka nýr flokkur sem að er stofnaður klárlega út úr Sjálfstæðisflokknum Evrópumálin fyrst og fremst á þeim tíma. Mér fannst ekki fara mikið fyrir Evrópumálunum í kosningabartunum síðast en ég nefni þetta bara sem dæmi það að landslagið er líka að breytast. Kjósendahópurinn er að breytast, viðfangsefnin er að breytast og margir flokkar hafa horfið. Nún síðast hurfu vinstri grænir út af þingi. Já, og Píratar. Og Píratar sömuleiðis. Hver tók við af Sjálfstæðisflokknum sem leiðandi flokkur á Íslandi? Það hefur enginn gert það í raun og veru sko. Það hefur enginn gert það. Er það Samfólk kannski? Já, Samfylkingin er fyrsti flokkurinn síðan 2013 þegar að Framsóknarflokkurinn fekk 24,4%. Það verður engin annar flokkur fengið yfir 20% annar en Sjálfstæðisflokkurinn í 10 ár sko. Já. Og þetta hafa verið nokkra kosningar sko, 2016 og 17 og 21 og svo núna eftir 24 og meðan ég hef verið formaður í Sjálfstæðisflokknum hafa verið 5 formenn í Samfylkingunni. Þannig að þetta hafa verið tímar mikilla breytinga. Samtalið er líka að taka á sig nýjar myndir sko. Hér sittum við í podcast þætti. Rétt. Ég er með síman á borðinu sko og samtalið í samfélaginu okkar fer fram eftir svona nýjum boðleiðum sem er líka krefjandi fyrir flokkana. En þú spurðir af hverju Sjálfstæðisflokkurinn ekki með meira fylgi. Ég held að flokkurinn eigi alla möguleika á að sækja núna fram. Ég held að hafi aftrað honum að vera í 3 flokka samstarfi. Það kallaði á málamillanir en ég er þeirra skoðunar þó að margir séu mér ósammála að við höfum í raun og veru ekki haft neitt annan raunhafan valkost árið 2021. Sko Sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í kosningunum 2021. Stærsti flokkurinn. Og það bara sko munnaði yfir 5% sko á okkur og Framsóknarflokknum ef ég man þetta rétt. Já.
átti Sjálfstæðisflokkurinn að segja, já, þetta bara ekki nógu gott, sko, við ætlum bara að fara í stjórnarandstöðu. Mér fannst það ekki boðlegt. Mér fannst við verða að rísa undir því að vera langstærsti flokkurinn með flesta þingmenn hafandi verið í ríkisstjórn, að við erum að leggja eitthvað á okkur til þess að láta hlutina áfram ganga upp og mér fannst önnur stjórnarmynstur ekki vera á borðinu og þá ég bæði að segja út frá svona því sem ég var að horfa á en ekkert síður ég að taka tillit til þess sem ég heyrði frá hinum flokkunum til dæmis frá Framsóknarflokknum, hvað þeim fannst koma til greina. Ég gat verið með hugmyndir kannski Framsókn og einhver annar flokkur gætu komið og myndað með okkur ríkisstjórn en ef það engin stemming fyrir hjá Framsókn þá bara, þá nær það ekkert mikið lengra. Þannig að ég held að það hafi verið á þeim tíma bara rétt ákvörðun og ég held líka að hafi verið rétti ákvörðun hjá mér að segja hinga ekki lengra stopp, nú förum við og látum kjósa. Það fleira sem að ég held að hafi haft áhrif. Verðbólgan hafði mjög mikil áhrif eins og ég nefndi áðan. Og fólk kendi ykkur hana? Já, bara okkur tókst þá bara ekki nægilega vel að skýra okkar mál, hvað við vorum að gera til þess að koma í veg fyrir verðbólguna eða hvað aðgerðum ríkisstjórnarna hafði hjálpað til við að milda þessi stóru högg sem að höfðu dunið á landinu og við vorum að rekja áðan, ég meina COVID var svakalegt högg, Grindavíkurmálin hafa reynst okkur mjög þungbær og erfið bæði fyrst og fremst fyrir fólki sem að þar bjó en fyrir húsnæðismarkaðin var það mjög krefendi verkefni og það var mjög óheppileg tímasetning fyrir ríkissjóð að þurfa að leggja út fyrir þetta miklu beint í kjölfarið af COVID og hallareksturinn sem að þar hafi myndast. Já, ég meina við getum haldið áfram lengi að tala það hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hefði getað beitt sér með öðrum hætti en ég held að þessar ytri aðstæður hafi verið okkur óhagfelldar og nú sem sagt ætla ég ekki að fara að tala fyrir hönd þeirra sem að hafa tekið við. Nú komið bara nýtt fólk til þess að leiða flokkinn og nú bara treystu við á þau til þess að varða leiðina fram á við og auka við fylgið að nýju, finna leiðir til þess að auðvelda fólki að koma í lið með okkur og svona stækka flokkinn að nýju. Ég held að þau sóknarfæri séu svo sannarlega til staðar en í grunninn að þá mjög erfitt að halda svona hreinum flokkspólitískum málum hátt á lofti þegar það ert í 3 flokka samstarfi. Það bara snúið, það mjög snúið. Já, vel svarað. Sko, mér langar aðeins að krukki í hausinn að þegar það sunnudagsmorgun, 1. desember, það búið að telja öllum kössum, 90,4%. Hvað hugsaður þegar þú vaknaðir? Ég var náttúrulega, ég var alltaf að vonast til þess að við færum yfir 20%. Ég var að vonast til þess að við erum stærsti flokkurinn. Það munaði mjög litlu. Það hafa margir sagt við mig síðan að við hefðu fengið aðeins lengri tíma hefðu þið klárað þetta en það ekki þetta að segja þannig með neinni vissu. Þannig að það voru vonbrigði að við skildum ekki enda sem stærsti flokkurinn og ekki fara yfir 20%. En mér fannst mjög lítið með það gert hvað samfylkingin tapaði miklu fylgi í þessari kosningabaráttu og á þessu ári í fyrra. Flokkur sem hafði verið að mælast langstærstur með 27 og 8% og svona og það spurði aldrei neitt, akkur fór allt fylgið sko, ég meina þið enda bara rétt í 20%. Það fannst mér vera mjög mikil tíðindi, það voru mjög mikil tíðindi að sjá VG falla af þingi og Pírata. Framsóknarflokkurinn fékk slæma kosningu, Miðflokkurinn naut góðs af því að vera í stjórnarandstöðu. Já. Og svona allt öðruvísi það allt öðruvísi stjórnmálasamtök heldur en við erum með sko, þú veist, þar miklu minni hópur sem að tekur ákvarðanir það hverjir í frambóði hvar. Við erum með miklu starra apparati kringu það allt hjá okkur. Já, þau töpuðu líka fylgi í baráttunni. Við rákum ágætlega heppna kosningabaráttu en ég ætla ekki að halda því fram að þetta hafi verið gott hjá okkur. Þetta var ekki nóg gott. Og nú þurfum við bara að safna liði og sækja aftur fram og næst eru sveitarstjórnarkosningar og það skiptir máli fyrir flokkinn að koma vel út úr þeim
ekki síst hérna í Reykjavík þar sem að mér sýnist að það séu alltaf fleiri og fleiri að verða sammála að það þurfa að verða stór breyting. Já, kryddpíurnar ekki sammáli sko. Sko þegar þú sást niðurstöðu kosninga hugsaðirðu, já, þjóðin að biðja að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki næstu ríkisstjórn. Nei, ekkert endilega en augljóslega var stjórnin fallin. Já. Þannig að þú veist, það kom ýmislegt til greina í þessu svona í þessu mynstri sko sem var hægt að tekna upp en ég fann fyrir því að fyrir Viðreisn og Samfylkinguna virtist sko Evrópumálin vera svona eitthvað skonar stóra málið og þau gæti ekki farið í ríkisstjórn nema að vera með það fast í hendi að það farið aftur í Evrópuleiðangurinn og það var ekki hægt að semja það við okkur. Ég hafði samið það við Viðreisn 2017 Já, og við höfum samið það með ákveðnum hætti þar og ég held að það hefði verið þeim ljóst að við hefum getað rætt sambærilega lausn. Það hefði bara ekki verið nóg fyrir þau og þannig að þau gátu fengið flokk fólksins sem að hafði nýlega verið að tala fyrir því á þinginu að þau þurfti að slökkva í þessum sígarettustubb og stíga á hann endalega og drepa glóðin í þessu að þau gátu fengið þau með í að endurvekja þennan draug. Já. Manni finnst það einhver enda sem tala svolítið í kross finnst manni Já, finnst þér Ragnar Þór, Fólksins og fleiri góðir en það annað mál mér langaði að spyrja út í nýja formann Sjálfstæðisflokksins þetta var auðvitað skemmtileg kosningabaráttu mjög og gaman að sjá prófkjörun hjá Sjálfstæðisflokknum þetta var ansi tæft 19 atkvæða munur á velheppnum landsfundi hvernig horfði þessi baráttu í heild sinni við þér? Jú ég gladdist að sjálfsögðu yfir því að sjá þetta mikla orku í Sjálfstæðisflokknum. Ég meina við vorum að ræða það hérna áðan að niðurstaða kosningana hefði ekki verið nógu góð og alls ekki viðunandi fyrir okkur í Sjálfstæðisflokknum og það þurfum við að sækja fram og safna liði til þess að styrkja okkur að nýju. Og við þær aðstæður þá þetta lykilatriði að fólk sé til og sé reiðubúið til að stíga fram og taka þátt og það tókst mjög vel á þessum landsfundi. Ég sagði líka hérna í upphafi að ég hefði tekið ákvörðun sem hefði verið persónuleg fyrir mig en ég hefði líka verið að hugsa það að flokkurinn þyrfti á endurnýjun að halda og ég sá það bara í aðdraganda landsfundarins að það losnaði einhverja krafta með því að það voru breytingar í vandum og það bara gleðilegt fyrir mig. Mér fannst þessi kosningabaráttu að fara ágætlega fram, ég meina ég þeirra skoðunar það eru ýmsir svona gallar í skipulagsreglum Sjálfstæðisflokksins sem að mætti gjarnan gera breytingar á þá ég meðal annars að hugsa það hvernig staðir að vali inn á landsfundin og bara hvernig við höldum úti í raun og veru félaganetun okkar. Var þetta ekki bara fín hugmynd að Guðrún og leiða bara öllum félagsmönnum að kjósa? Jú, ég meina ég hef verið með þessa hugmynd sjálfur og ég hef orðað hana á landsfundi og skömmu síðar kom svo til að fram á landsfundi en hún var felld á landsfundi. Þess að inn á landsfundunum ekkit endilega mikil stemming fyrir því að þessi ákvörðun sé tekin annar staðar heldur en af þessum 2000 manna hópi sem þar er. Já. Þannig að þetta ekki alveg svona einfalt en það getur vel verið að verði látið reyna á þetta aftur og að menn vilji gera breytingar á þessu en það engin aðferð fullkomin það getur alveg gerst að menn vakni upp við það einn góðan veðurdag að það að hafa opnað kjörið svona mikið hafi boðið heim einhvers konar hættu á flóðbylgju inn í flokkin eða einhvers konar yfirtöku óvinnveittra afla eða hvað það er ef það eina sem það þarf að vera skráður í flokkin, hver veit hver ætla þá að fara að kjósa. En það er engar gallalausar aðferðir í þessu en ég tengi við þessa hugsun og ég hef orðað hana sjálfur, það færi vel á því að allir sjálfstæðismenn getur haft það að segja hver leiðir flokkin en eftir að ég hættur þá get ég líka bara sagt að stundum forystan bara í brekku og hún þarf á sínu svona nánasta baklandi að halda
og hérna, það má ekkert alltaf gefast upp þó að menn séu sko með eitthvað mótvind heldur getur bara skipt sköpum að forystan hafi stuðning frá svona helstu trúnaðarmönnum flokksins jafnvel þó að hinn almenni kjósandi sé kannski með efasemdir, þá getur vel verið að trúnaðarmennirnir í flokknum þeir vilja enga breytingar á forystunni heldur vilja bara fara í gegnum umræðuna sem uppi á þeim tíma í samfélaginu og styðja forystunni í að vinna bara debattinn sem stendur yfir sama hvað hann slíki tímar geta komið upp líka en sjáum bara hvað flokksfólk vill gera ég meina, mér fannst í sjálfu sér ekkert á þessum landsfundi gefa tilefni til þess að fara að gera eitthvað meiri átt að breytingar því hvernig við veljum forystuna en mér finnst og hefur lengi fundist að það mætti skoða það hvernig við höldum út í flokkstarfinu til dæmis í höfuðborginni við erum með gríðlega mörg félög sem eru ekki mjög virk og það er spurning hvernig getum safna kröftunum saman og náð svona meiri slagkrafti það verður bara, fólk verður að vinna með það sem að ber þar ábyrgð á málum. En sérðu eitthvað merki það með fullu vinningu verið Guðrúnu, hún bara vel að þessu komin og stóð sér frábærlega en eitthvað merki það að hún sé að vera að rífa flokkinu upp í gömlu góðu hæðirnar, ég meina það ekki eitthvað meira til? Ef ekki bara vonað það besta, ég meina hún bara rétt að byrja og á rétt á því að láta ljósitt skína þegar núna það fer að vora og framundan þetta þing sem og fyrstu fjárlög nýrra ríkisstjórnar koma áður en langt líður þannig að við skulum bara sjá hvernig það gengur mér fannst sko hún fá svona jákvæða vinda með sér á þessum fundi þó að það væri mjótt á mununum í kosningunni að þá fannst mér vera talsverður svona eitthvað konar blæri yfir þessum fundi sem að sagði mér að það yrði auðveldara heldur en margur heldur að fá fólk til að vinna saman Já, ég held að það sé að því að sko í kjölfarið þessum kosningum og það bara mikið undir og sveitarstjórnarkosninga framundan að það verulega flott svona sóknarfæri í þessari stöðu fyrir okkur Já, það auðvitað líka merkilegt, Bjarni, þú ert búin að vera sitja lengi á hásætinu og þú ert búin að sitja það lengi að maður spyr sig kannski í flestum öðrum stöðum og valdatíðum hefði einhver verið augljós kandidat, það var ekki svo það var auðvitað Áslaug og Guðrún sem að bauðu sig fram þarna en Guðlaug bauðu sig ekki fram, Þórdís Kolbrún bauðu sig ekki fram, einhver voru að tala um það að það þyrfti að fá einhvern úr atvinnulífinu, aðri voru að tala um að það vera flokksins og jafnvel ennaðri sem sögðu hann verður að koma ekki kannski úr henni hefðbundna flokksstarfi. Hvernig horfði þessum við þér? Ég held að það sé mjög erfitt að taka við sem formaður í stjórnmálaflokki og vera ekki á þinginu. Það held ég að sé gríðarlega flókið. Þannig að í mínum huga komu nú ekki margir aðrir til greina en þeir sem voru í þingliðinu. Já. Við erum hérna með fyrstu konu sem kjörin fyrir Sjálfstæðisflokkin sem formaður. Það bara mjög mikil og skemmtileg tíðindi og það sögulegt og það var ljóst eftir að þessi framboð voru kynnt að það myndi fara þannig að kona yrði í fyrst skipti formaður. Fyrir 10 árum síðan hefði verið gert miklu meira með það heldur en gert í dag því að þetta einhvern veginn svona orðin hluti af breytingunni sem hefur orðið á síðustu áratugum en ég nú ekki sammála því að það hafi ekki legið fyrir að það geti einhverju tekið við ég meina fyrir mér voru stór tíðindi að Þórdís skildi ákveða að gefa ekki kost á sér en ég sé líka alveg sóknarfæri því fyrir hana bara bæði sem einstakling og stjórnmálamann til lengri tíma ég meina hún búin að vera lengi í forystunni þá hún fær svona aðeins meira súrefni og getur aðeins svona valið sér bardagana sem þingmaður og í mikilvægum nefndum á þinginu en verandi ekki með þetta forystuhlutverk fyrir flokkinn og getur þannig haldið áfram að þroska sína
svona stjórnmálahæfileika og kom og sótt fram síðar. Maður veit aldrei hvernig úr þessu spilast. Við höfum séð dæmi það, við höfum séð bara alls konar dæmi menn sem hafa verið teknir niður úr ríkisstjórn eða látnir hætta í ríkisstjórn og svo bara skömmu síðar formenn flokka. Ýmislegt til. Já, mikið talað fylkingar í Sjálfstæðisflokknum, við fáum þér líklega ekki til að segja hvernig þú gaust. Nei, ég ætla ekki að gefa það upp. Ég skipti mér ekkert af þessari baráttu og ég gaf það aldrei upp hvað ég ætlaði að kjósa. Nei, þá var einhverjum mótið skoðun á því, sko, en Já, ég sagði bara innlega við báða þessa frambjóðendur, sko, bara frábært að þið skildu gefa kost á ykkur og ég bara vona að þetta fari vel fram og ég þekki það af eigin raun hvað skiptir miklu máli að það sé sem sagt svona drengileg barátta og síðan að menn fái að njóta sem að vinna. Var hún drengileg? Já, ég meina þú veist að einhver atvik sem að frambjóðendur höfðu athugasemdir við hafa eflaust komið upp en ég held að svona heilt yfir síðan þá hafi þetta bara farið vel fram. Já, var eitthvað af því að þær náttúrulega mættu báða til okkar og mættu í fjölmörg viðtöl sko, og þær eru náttúrulega vissulega að tala fyrir því hvað Sjálfstæðisflokkurinn er ekki búin að vera að gera og hvernig þær ætla að rífa þetta í gang. Fannst þér komið einhver komment sem hún segir, er ekki svo auðvelt að segja, já, núna ætla Sjálfstæðisflokkurinn að vera stétt með stétt, hann er ekki búin að vera það, eða til dæmis. Sko. Já, ef við tökum það mál, sko, hvernig birtist það okkur í einu samfélagi að við séum stétt með stétt? Ef ekki með því að á Íslandi er sko launamunur hvað minnstur, eignadreifing hvað mest yfir síðasta áratug hafa laun þeirra sem að minnst hafa hækkað meira heldur en annara, kaupmáttur bóta almannatrygginga hefur yfir langan tíma verið að hækka meira heldur en kaupmáttur launa. Sko við erum með á svo marga mælikvarða sem að hægt er að vísa til vísbendingar og sannanir bara hreinlega þess að það hafa allir komið með á flóðinu og þó ég tengi alltaf við það þegar fólk segir þetta stétt með stétt, við þurfum að sýna það í verki að við stöndum öll saman og við erum að berjast fyrir almannahagsmunum og við ætlum að engan að skilja eftir útundan og ná til þeirra sem að þurfa á stuðningi halda og hjálpa fólki til sjálfshjálpar og allt þetta að þá verður stundum samt að hafa getur til þess að staldra við og spyrja okkur hvernig ætlum við á endan síðan að mæla þetta? Já. Af því ég er dálítið þannig gerður sko, ég vil sjá þessa sko auðvitað tala um þetta? Já, ég vil sjá bara sem mest af gögnum og statistík það sé ekki alið á tilfinningum að hlutin séu öðruvísi heldur en þeir eru í reynd þess vegna til dæmis átti ég frumkvæði því að setja saman tekjusagan.is þar sem að til dæmis þetta er uppflettanlegt. Já, tekjusagan.is, ég veist ekki að þetta væri til. Já, það er bara einn ótrúlegasti gagnagrunnur sem að er til á Íslandi. Það eru bara öll skattframtöl frá árinu 1991, greinanleg, það sem að auðvitað ópersónugreinanlegt sko, en þarna getum við skoðað alla tekjutíundir og við getum skoðað fjölskyldugerðir og við getum skoðað kaupmátt tekjutíundana og við getum líka skoðað lífslaup fólks og við sjáum á þessum gagnagrunni hvað félagslegur hreyfanleiki er mikill á Íslandi. Það er að segja að þeir sem eru í neðstu tekjutíundum, til dæmis ungir, að þeir eru bara mjög líklegir til þess að geta sótt upp í efri tekjutíundir á starfsæfinni. Þetta sjáum við á þessum gögnum. Já. Og ég ætla bara að halda þið fram að félagslegur hreyfanleiki sé bara líklega hvergi meiri í öllum heiminum. Nei. Það er stétt með stétt líka. Já, það ekki. Til að slúta þessu, bara aftur af því að þú líklega fylgdist vel með kosningabaráttunni, var eitthvað sem hugsaðir, já, þetta er rétt hjá þeim, ég stóð með ekki nægilega vel í þessu. Já, ég tengi alveg við það þegar menn segja, heyrðu, við vorum í miklu málamilunum. Og ég segi, já, nema hvað, sko, hvað. En ef að Sjálfstæðisflokkurinn gaf svona mikið eftir, byrju hver nöð svona góðs að, var það Vinstri grænir sem að ekki náðu manni á þing? Nei. Það allavega blast ekki þannig við kjósendum sko. Ég held að Vinstri grænir hafi kannski frekar þá sögu að segja að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið fyrirferðar mikill og sterkur og þau hafi gefið það mikið eftir gagnvart okkur. Eitt sem að ég er ekki sammála og ég heyri dálítið talað sem er að sem sagt, við höfum orðið af
mjög mikilli verðmætasköpun út af ágreiningi orkumál sko. Við náðum mikilvægum áföngum í orkumálum þessi ríkisstjórn, þá ég að vísa til dæmis í rammann og aflaukninga frumvarpið og svo var farið í kerfisbreytingar og stofnanasameiningar og fleira en það á hinn bóginn alveg rétt að sum virkjana áform hafa tekið allt á langan tíma menna Hvammsvirkjun dæmi það og kannski langbesta dæmið mál sem að búið að taka ákvörðunum en alltaf einhvern veginn fast í kerfinu. Ég myndi kannski líka segja að mér fannst það hefur tekið okkur Íslendinga tölvöld langan tíma að komast að niðurstöðum hvernig við ætlum að nýta vindinn og hvernig við ætlum að dreifa arðinum af nýtingu þessara auðlinda með sveitafélögunum en þar hafa komið fram hugmyndinu þetta. En það sem ég ekki það sem ég að staldra við þegar menn segja sko þetta hafi valdið okkur einhverju gríðalegu efnahagslegu tjóni til þessa og þetta segi ég vegna þess að þegar við skoðum bara hagvaxta tölunar fyrir síðasta áratug og ég nefndi það hérna áðan, við höfum verið með 3,5% hagvaxta meðaltali sem að var það sem við vorum að vonast eftir í bjartsýnu sviðsmyndinni við unnum hérna með McKinsey svona sviðsmyndi 2030 kringum 2012 þá vorum við að segja að það væri frábært ef við næðum 3,5% hagvaxta meðaltali til 2030 þá væri við toppmálum, þá myndum við ná lífskjörunum hérna hjá samanburðarþjóðunum sem við viljum bera okkur saman við og við höfum verið á þessari línu í 3,5% hagvexti að meðaltali og það ennþá verið að uppfæra sko hagvaxtatölunar fyrir fyrri ár núna síðast eins og ég nefndi áðan búið að reikna 2023 upp ég minnir þessi 5,6% hagvexti 23 og 9% árið 2022 sem alveg ótrúlegt og þess vegna segi ég það ekki hægt að halda því fram að vegna þess að það hafi orðið einhverjar tafir á nýtingu orkukosta of lítill hagvöxtur hér í fortíðinni sko. Hagvöxtur var ekki vandamál. Hvað voru menn að biðja? 13% hagvöxtur, þú veist, hvað eru menn að tala sko? Ég hins vegar þeirra skoðunar að það sé skaðlegt hversu tafsöm þessi verkefni hafa verið. Það þurfi að einfalda leyfisveitingaferlið og stytta fresti og draga úr möguleikum til þess að kæra á síðustu stigum og að það sé orðið mjög brýnt að þessum hindrunum verði rutt úr vegi og þetta meðal þess sem var til þess að ég hafði ekki trú á því að við næðum árangri áfram með Vinstri grænum þannig ég sammála því en ég ekki sammála því að þetta hafi verið okkur einhver fjötur fót og hafi valdið einhverjum efnahagslegum skaða vegna þess að hagvöxturinn tala bara sínu máli okkur vantaði ekki hagvöxt hérna á undanförnum árum. Nei, heldur betur ekki Við verðum að taka þennan ákvörðun eða eins og við tölum hana hér The Decision Þann 7. janúar tilkynur að þú munir ekki gefa kostaðir til áframhaldandi formennsku í flokknum og myndir í kjölfæri ekki taka sæti á Alþingi sko, þarna varstu nýbúin að eiga stjörnuleik á okkar mati flugbeittur í kryddsíldinni og jafnframt spursmálum og skal tala að þarna væri Bjarni mættur Vígreifur og svo búm, ákvörðun. Hvenær tókstu þessu ákvörðun? Endanlega? Ég veit ekki alveg hvenær hún var endanlega komin en hún var nú bara svona smám saman að fæðast sko. Ég meina maður sér nýja ríkisstjórn verða til, maður fer á Bessastaði og maður tæmir skrifstofuna sína og svo tekur maður jólin með fjölskyldunni og maður horfir inn í nýtt ár og maður, eins og ég var að nefna áðan, ég meina við erum að tala slæma niðurstöðu í kosningunum fyrir okkur sjálfstæðismenn og ég er líka búin að vera lengi ég er búin að vera bara mjög lengi og þarna stóð ég frammi bara fyrir því fannst mér að svara því fyrir sjálfa mig sko, vildi ég fara inn í landsfundin til þess að tala við mitt fólk og óska eftir umboð til að halda fram að leiða flokkinn og vera svona leiðandi í stjórnarandstöðunni og ef ég ætlaði að gera það þá fannst mér að ég þyrfti að hafa sko tilgang og sko erindi sko umfram það að vera bara fram að næsta landsfundi sko, þú veist, það þyrfti að vera eitthvað stærri hugmynd á bak við það til dæmis það að gera breytingar í Sjálfstæðisflokknum, koma með hugmyndir það hvernig við gætum breytt
verklagi hjá okkur og því hvernig við nálguðust málin, kynningastarfinu, öðru skipulagi í sjálfstæðarflokknum og fara í sókn til þess að vinna síðan kosningarnar, til þess að koma síðan aftur ríkisstjórn og mér fannst bara þegar ég horfði á þetta og hugsa með mér, nú ég hef verið hérna síðan 2003, þetta eru bráðum sko 22 ár, mjög lengi sem formaður. Ég ekkert að fara aftur í einhvern sko 8 ára hérna pakka sko. Mér fannst það bara vera orðið dálítið langsótt og ég var heldur ekki spenntur fyrir því að taka hérna svona hálft kjörtímabil eða eitthvað þess þó að ég treysti mér alveg til þessi sjálfu sér með fína starfsorku og annað. Ég hafði bara samfæringu fyrir því að þetta væri best fyrir mig og þetta væri góður tímapunktur fyrir nýjan formann að taka við. Gera það þá frekar í upphafi kjörtímabilsins og hafa kjörtímabili fyrir fram að sig, ná að móta starfsætti og stilla upp sínu liði bara strax í byrjun keppnistímabilsins. Ef maður nota það hugtak. Ég held að það hafi verið góð ákvörðun. Já. Það ekki viss. Já, við munum allavega að sakna ertu ánægð með það að vera aldrei eftir spurður hvort þú sett að hætta? Já, ég var þreytur á því, mér finnst það líka bara orðið dálítið ósangjant og þetta, maður var bara þráspurður hvort maður að vera að fara að hætta. Til aðeins með kosningasíðunum, þetta ekki vera að hætta. Já, ég meina, ég var eins og spurður daginn áður en það var kosið, sko. Hvenær ætlar að hætta? Og næsta dag þá unnu við, sko, langflest atkvæði og voru stærsti flokkur á þingi. Ég meina, hvað á þetta þýða? Þú veist, getur fólk ekki bara, þú veist, ég skal bara láta ykkur vita þegar ég ætla að hætta, sko. En eins og við komum aðeins inn á í byrjun þáttar þá gengur þetta fyrst og fremst núna út á að halda dagskráni eins og hún það að segja öðri en það væntanlega mikið komið til málsviði og verið að falast eftir þínum starfskröftum eða hvað? Ég nú ekkert verið að bjóða upp á það. Ertu á Alfred.is stærlega? Ertu á Alfred að leita? Nei, ég ekki á Alfred, og ég ekki að vinna hérna ferilskránu minni en hérna ég get alveg viðurkennt það að hérna þó ég hafi semst hérna tekið þessi ákvörðun hérna í byrjun janúar og ég fór í frí með konunum minni og svona að hérna til útlanda að þá samt sem áður átti ég alltaf eftir að setja síðasta punktin á þetta með því að mæta á landsfundin og halda mína ræðu þar og hitta vini mína þar. Þannig að það var eiginlega ekki fyrir en ég var búin með landsfundin sem að mér fannst ég vera búin að skila þessu af mér. Sem að var núna bara mánaðamótin. Hvað komið núna 12 eða 11 eða eitthvað þegar við sitjum hér. Þannig að þetta tiltölulega ný skeið í því samhengi. Þér ekkert fara að leiðast? Nei, mér leiðist alls ekki. Ég skal viðurkenna það. Mér finnst tíminn mjög dýrmætur og hann ég svolítið upptekinn af því að nota dagana vel og ég alltaf að skipuleggja hvað ég ætla að gera í dag og morgun og í gær þá ákvaði ég skildi taka gróðrúsinu mitt alltaf og þrífa það sem ég gerði í dag en það samt ýmislegt eftir. Ég er búin að fara ofta á Sorpu og svona, þú veist þetta, ég alltaf eitthvað að gera, sko. Læturðu Hersi setja inn í dagatalið þrífa gróðurhúsið? Nei, hann er laus hann er alveg laus við núna, sko. Nei, og svo bara, eins og ég sagði áðan, sko, ég meina, ég að fara að ferma dóttur mína eða hún að fara að fermast og við erum að velta fyrir hvað ætlum að gera páskana og í sumar og eitthvað og svo þegar þessi tímir liðin og þá kannski fer maður að velta það fyrir sér hvað ætti maður að fara að fást við í framhaldinu þegar maður verður stór. Já, sko það til þess að virkilega kúpla sig út þá þarf maður að leyfa sér að hugsa ekki um framtíðina því að annars ertu alltaf með hugan við það. Sérðu fyrir þér að vinna áfram, ætlar að hverfa alveg á pólitíska sviðinu eða verður kannski bara Brynjar Níels alltaf að tala fyrir hann Sjálfstæðisflokksins? Nei, ég sé það nú ekki fyrir mér að ég verði alltaf á netinu eitthvað en ég hef ekkert hugleitt það ég held að fari nú almennt best á því að formenn séu ekki og fyrirferðarmiklir og fyrirverandi formenn og leyfi bara þingflokknum og þeim sem að hafa gefið kost á sér og fengið umboð að njóta sín og leyfa þeim að eiga sviðið
Ég alveg galopinn fyrir því hvað ég ætla að gera næst. Það getur ýmislegt komandi greina, en ég hugsa til þess með svona ákveðna hryllingi að ég myndi enda inn í einhverju svona lítilli skrifstofu, einhverju stórri byggingu í einhverju alþjóðastofnun. Það verði eitt af versta sem getur komið fyrir mig. Nei, ég fór bara að velta fyrir mig þegar þú ákast að setja á Facebooki eitt í morgun, sko, bara að þarna var tilefni virkilega til þess að svara fyrir það sem Já, ég var bara aðeins að bregðast við, sko, þegar menn voru farnir að búa til einhver hugtök eins og Bjarnaleiðin. Já, Bjarnaleiðin hafi verið svo að setja allt í þrótt, sko. Þetta bara svo mikið rangtúlkun á því sem ég stóð fyrir í þessu máli. Já. Ég var bara aðeins að segja, heyrðu, þetta bara ekki rétt með farið, sko. Nei. Hvað ert að rækta þarna helst í gróðurhúsinu? Já, þetta því miður þá vill þetta nú svolítið vera þannig að það verður svolítið svona einn allsherjar endurnýjun, sko, á hverju ári. Maður er með svolítið svona einarum hlutum, en ég yfirleitt alltaf verið með jarðaber og tómata og ég er líka svo sem með heimber sem að koma aftur og aftur og ákveðnar blómategundir sem að ég tók eftir í morgun að eru byrjar að taka við sér. Það sem kemur fyrst yfirleitt er kirsuberjatré sem ég er með í stórum potti. Það er alveg að fara að blómstra. Ég hef aðeins áhyggjur af því að það sé að fara að blómstra aðeins og snemma. Það er ekki mikið að flugum á ferðinni til þess að frjóka blómin og þá get ég þurft að fara að fikta eitthvað í því. Ég fekk frábæra uppskjöru fyrra, þannig að ég er með kirsuberjatré sem að gefur bara rosa fína uppskjöru á hverju ári. Svo finnst mér bara gaman að sá alls konar. Ég ætla líka að vera með grænmeti í garðinum í svona útikössum sem ég kannski byrja með inn í gróðurhúsinu, svo fer það bara allt út. Já. Það er bara hitt og þetta. Svo bara stundu fer maður út í gróðurhúsinu að fá sér eitt kaldan bjór og bara horfa á sólsetrið og eitthvað, sko. Ekki fer að horfa á United. Þetta var næstu, sko. Já, það er Horfa á viðtalið við Jim Ratcliffe eða? Nei, ég hef ekki séð það. Nei, ég myndi ekki horfa að vera þú. Nei, ég var nú að hugsa, sko, ef hann gætt sagt upp 250 manns, hvað var þetta fólk að gera? Hvernig komast þér af að bara eftir að allt þetta fólk er farið? Já, mér skekki að hætta með fría mat en kaupa Antoni 100 milljónum. Já, ok, Herri, ég held sem bara detta í riddarspurningarnar, Birkir, við tökum nokkrar almenna hérna í Já, þetta er að slúta ferðin. Þetta er skemmtilegt. Við fáum þetta eins og við tölum þegar við fáum atvinnumenn í fótbolta sem er að hætta og þá spyrjum við þessum spurningum, nema núna er þetta pólitíkus. Uppáhalds ráðuneyti í sögunni? Uppáhalds ráðuneyti mitt? Já. Ég held ég verði nú að segja, sko, fjármálaefnarsráðuneyti, ég var þar svo lengi. Já. Það er alveg einstætt að fá að vera þar í svona mörg ár og ég segi mér, ég held ég hafi mælt fyrir allt í talið líklega 11 fjárlagafrumvörpum. Ég held ég sé að fara rétt með. Og það er bara svo margar breytingar sem við vorum að vinna að yfir þennan langa tíma sem að skiptu sköpum og og það er ekkit sjálfsagt, sko, að maður hafi tíma til þess að setja mál á dagskrá og síðan að klára þau, fylgja þeim eftir eins og maður fær tækifæri til að gera þegar maður er svona lengi. Þannig ég hlýt nú að nefna það, en ég hafði líka gaman af hinum ráðuneytunum, mjög gaman af því að vera í forsætisráðuneytinu og ég átti áhugaverðan tíma í utanríkisráðuneytinu þó að svona stríð á Gaza hafi kannski einhvern veginn valdið sko svona óróa hérna heima sem að maður fann mjög fyrir. Já. Sko Kristján Frosta talaði að fjármálaráðuneytið væri eiginlega stærri forsætisráðuneyti, þetta samlaði því það? Það er auðvitað fjölmennara ráðuneyti, þetta er dálítið lestarstöðin í stjórnarráðinu vegna þess að það fara allar lestir þar í gegn. Það þurfa öll ráðuneyti að eiga í samskiptum við fjármálaráðuneytið í tengslum við fjárlaga undirbúning en líka í tengslum við framkvæmd fjárlagana og það leiðir síðan af því að það fara alls konar verkefni á stað og þetta er í mínum huga lykil ráðuneyti í stjórnarráðinu. Það breyttist líka þegar að efnahagsmálin komu þar inn en þau eru að hluta til þeim deilt með forsætisráðuneytinu. Fjármálamarkaðirnir hafa verið að taka mjög miklum breytingu frá bankahruninu og þannig að það hefur verið mikið álag á fjármálaráðuneytinu út af fjármálamörkuðunum á síðastliðin áratug
og alveg ógrynni af málum sem að ég hef farið með í þingið frá ráðuneytinu, þannig að já, ég menn þetta er líkil ráðuneyti. Áhugavert að skulle minnast á Kristrúnu í þessu samhengi sko, því að hún náttúrulega settist í forsætisráðherrastólnum og gaf að mörgum fannst talsvert eftir sko í ráðherrastólnum. Ertu sammála því, Bjarni? Nei, Viðreisn fengu allt. Hvað Viðreisn fengu góða stóla? Ég veit ekki hvað ég var að segja. Ég meina, auðvitað hlýtur það að vera eðlileg krafa af þeim sem að fær flest atkvæði að fá að leiða, og ég samdi nú það sko að minni flokkar fengju að leiða ríkisstjórn, en á móti lögðu við áherslu að þá fá fleiri ráðuneyti og vera með fjármála efnahagsráðuneytið. Þetta er alltaf matsatriði. Ég meina, ég skil vel að Kristrún hafi lagt þetta svona upp, og ég skil á saman tíma ágætlega að það hafi þurft að finna eitthvað jafnvægi milli flokkan þetta. Aðalatrið er að allir séu sáttir, það er það sem skiptir máli. Núna ertu hlutlegist, þannig að getur spurt að mér fleiri spurningum. Ég var að fatta það núna, þetta sem seint í þættinum. Dró flokkur fólksins aldrei stýsa strá í þessu stjórnarsamstarfi? Ég veit það ekki, ég meina þau eru ná mjög merkilegum áfanga í sinni sögu, þau eru komast í ríkisstjórn sem að er magnaður árangur hjá þeim, þau fengu góða kosningu, frábæra kosningu Suðurkjördæmi. Rosalega. Þannig að ég held að sé nú kannski ofmælt að segja að þau hafi dregið stuttastráið, en þau gerðu samninga um að leggja af stað í Evrópuleiðangur gegn því að fá 48 daga strandveiði og svo finnst manni mjög loðið og óljóst hvaða meiri háttar breytinga það eru sem að þau ætla síðan að tryggja að nái fram að ganga í málefnum aldraðra og öryrkja. Já. Þar hafa auðvitað sko við á síðustu 10 árum við höfum endur skrifað réttindakerfin sko almannatrygginga bæði fyrir ellilífeyrisþega og örorkulífeyrisþega. Þannig að þar hafa virkilega stór skref verið stigin á undanförnum árum. Já. Þetta var útúrsnúningur, afsakið þetta. Hvenær varstu upp á þitt allra besta? 1 ár í pólitík? Ég veit að ég myndi kannski bara Ég myndi kannski segja bara það hafi kannski verið einna skemmtilegast bara fyrst sko þegar ég kem inn í ráðuneyti. Það var mjög mikil tilhlökkun og spenningur að komast inn í ráðuneyti og bara byrja að vinna sko. Eftir 4 ári stjórnarandstöðu. Það var góðu tími. En á sama tíma þá eru árin í ráðuneytinu að hjálpa til við að byggja upp reynslu og þekkingu og þannig að eftir sem að maður hefur betri yfirsýn og skilning á málaflokkunum þá er maður auðvitað sterkari málefnalega. Ég var engin sérfræðingur í örorkulífeyriskerfinu þegar ég byrjaði í fjármálaráðuneytinu en sko með því að vera þar lengi og þó að það sá málaflokku sé í félagsmálaráðuneytinu að þá bara reyndi svo mikið á það í tengslu við fjárlagagerðina og við framkvæmd fjárlaga að maður smám saman var orðinn sérfræðingur í alls konar málum sem að maður hefði aldrei haft annað tækifæri til þess að kynna sér. Ertu með eitthvað, ef og hefði, eitthvað sem að þetta krökk í hausinu sem vilt segja þjóðinni, eitthvað svona, ég hefði átt að gera þetta eða? Nei, ég get ekki sagt að það er bara svo ólíkt mér að vera þannig. Ég hefði ekki átt að fara áfram með VFG eftir að Kata fór. Nei, ég sé ekkit eftir því. Eins og ég sagði áðan, ég held að það hafi ekkit verið annar raunhæfur kostur í stöðunni þá, en sko það sem er mikilvægt bara fyrir mann að reyna að útskýra sko er að sko það getur verið mjög snúið að koma því vel til skila sko, hvað það er sem ríkisstjórnin er að gera og hvernig það snertir semst við hagsmunum heimilana, fyrirtækjana og hvort sem er opinbera starfsmanna eða annara sko þetta tengir aðeins við það sem vorum að ræða hér fyrr sko, hvernig samtalið á sér stað á Íslandi í dag podcast og Facebook og Instagram
og útvarpið og allir þessi miðlar, hraðin í samfélaginu, hann getur gert stjórnmálamönnum mjög erfitt fyrir að geta með yfirveguðum hætti sko tekið umræðu eitthvað á dýptina og það svona þú segir sko ef og hefði, ég meina þetta bara stóra spurningin sem að ég held að stjórnmálamenn séu alltaf að glíma við, það sko byrju hvernig geti kjarnað það sem að mestu skiptir þessu máli og komið til fólks þannig að það skilji hvað við erum að gera þetta eitthvað sem að ég var svona sífellt meira og meira að hugsa meðan ég var á vettvangi og það hafa verið svona kaplar það sem að mér fannst okkur takast mjög illa upp í þessu, stundum fannst mér okkur takast ágætlega, en mér finnst ennþá að sé að verða mjög mikil breyting. Sjáðu bara núna svo dæmi sér tekið að Elon Musk, hann setur sko stök orð á X sem að verða heimsfréttir. Og hækkar heilur afmyndundunum 1,000,000% sko. Já, ég meina, hann segir, þú veist, bara ein færsla kannski breytt orð, treytor eða eitthvað. Og þetta bara heimsfrétt. Já. Þetta bara svona pínlítið dæmi það hvað heimurinn mikið breyttur. Já. Besti samherji og erfiðasti mótherji? Komið með þetta. Ég meina, sko, þú veist, það hafa verið margir snjallir ræðumenn í þinginu sem eru erfiðir mótherjar vegna þess að þeir geta svona brugðið upp sko einhver hlið á málunum sem kemur mann í opna skjöldu og maður svona hvernig tókst þér að finna þessa hlið á þessu máli þannig að Eru að tala um Sigmund Davíð þarna? Ég meina Sigmundur Davíð einn af þeim sem oft kemur með ferskar hliðar á málum ég man eftir að Össur var nokkuð góður í þessu Helgi Hjörvar var einn af svona refunum í þinginu sem að gat verið þevís á hliðar á málum í gegnum tíðina, ég menna, mér fannst oft gaman að því hvað Ögmundur Jónasson var alltaf samkvæmur sjálfum sér og hann alltaf til í debattinn sko, aldrei neinn leiðindi sko, bara alltaf verið að rökræða og kryfja og rökræða og kryfja og fara og lýsa sinni skoðun og hann var mikill málafylgjum maður og var oft mikið niðri fyrir þegar hann var þegar hann fannst mikið liggja við ég nefna nokkra svona sem að eru löngu hættir á þinginu en Hvernig fannst þér að díla við Píratana? Mér fannst sko það sem að mér fannst svo skrítið með Píratana var það að mér fannst sko eins og þeir væru oft á tíðum að reyna að halda því fram að við þurftum bara að halda fram að rökræða til þess að komast að henni einu sönnu niðurstöðu í hverju máli að ef við myndum bara að rannsaka og rökræða og þá myndum við bara geta alltaf fundið sko réttu lausnina fyrir hvert og eitt mál en sko við þetta það að athuga að við erum með ólíka heimsýn sko við höfum hugmyndafræðilega ólíkar skoðanir á því hvað líklegast til þess að skila mestum ávinningi þeir segja að það bara einhver reiknanleg stærð eða eitthvað sko nei það ekki þannig sko og að þessu leitinu til þá fannst mér þeir oft vera svona að róta upp í málum á þess að vera með neina skýra sín á það sko hvað rifrildi í raun og veru snerist og ekki með stefnu sjálfur kannski en vildu bara Jú, ég menn þau hafa alveg ákveðin prinsip ég ekki að segja það, þau hafa ákveðin prinsip sem eru til dæmis gagnsæi og svona ábyrgð og fleira og valddreifingu og aðra slíka hluti en þetta samt ekki þannig að við séum ekki að koma inn í þingið á sko ólíkum hugmyndafræðilegum grundvelli og ég nefndi hér fyrir í þessum þætti að við höfum trú á því að það sé skynsamlegt að hafa kraftmikið atvinnulíf það muni hjálpa sko okkur að byggja sterkt samfélag þar með talið þéttriði velferðarnet og ríki geti best tryggt jöfn tækifæri í landinu og rækt sitt hlutverk ef að atvinnulífi blómstrar en þessu ekkert allir sammála sko. Sumir eru beinlega svona móti hagvexti af því að hann veldur mengun þeirra mati og svo framvegis bara svona svo eitt dæmi sér tekið þannig að mér fannst þeir vera oft á tíðum ótrúlega þvælnir og vera að grautast í aukaatriðum og ekki sjá stóru myndina
Já. Herri strákar, það komið að kaldakarinu. Skál. Já, skál. Bjarni í sódavatninu? Já, ég er í klakanum. Já, ég er í klakanum. Skál, Bjarni. Skál. Kaldakarið gengur þannig fyrir sig að þú mátt velja 2 manneskjur til að tylla það niður í kaldakarið með. Fer hann í kaldakarið? Já. Ferði í kalda? Í lauginni? Já. Já, ég var bara núna fyrir nokkur dögum. Það er svoleiðis? Já, ég held út í 2 mínútur. Já, segur. Ef þú mætti velja þér 2 manneskjur með þér í kaldakarið lífs eða liðnar, hverja tækir þú með þér? Er kaldik bjór? Já, þetta væri bjórbað. Þetta væri bjórbæðið. Dead or Alive? Já. 2 með þér fóður kaldan. Já, ok. Heyrðu, ég myndi bara hvað ámar að segja. Ok, ég ætla bara að segja það væri gaman að fara með Winston Churchill. Já. Og sita í karinu með honum og dýfa glasinu. Já, sjá hann dýfa glasinu á kaf og fylla það aftur og aftur. Af því að hann er náttúrulega mikill baðmaður. Já, eins og þú. Eins og ég. Og það væri örugglega flott að sitja með honum þarna og horfa kannski út á Eyjafjörðin. Svo væri hægt að vera líka með eitthvað sem er lifandi núna og ég var bara að hugsa það væri ekki gaman að vera bara með Mick Jagger. Já. Sæll, það er eitthvað reykt í þessum potti maður. Skeðu. Þeir góði brennar. Þetta hljóma vel. Þú starir niður ímynda byssulhaupi núna og ég spyr þig viðreisn eða miðflokkin. Hvað er ég að fara að gera? Er ég að fara að vinna með þeim eða kjósa eða hvað? Bara að fara að bjóða þig fram fyrir annarkvæmt flokk. Já. Og ég fara að bjóða mig fram fyrir þessa flokka. Ég held ég myndi nú líklega láta hleypa Já, ég held ég myndi nú eiga auðveldara með að fara fram fyrir miðflokkin en viðreist ef þau ætla að láta heiminn snúast Evrópusambands aðild sem að mér finnst þau hafa gert en þau eru með ágæti stefnu í ýmsum málaflokkum. Já. Hvað ríkisstjórn sem þú settið í hafði besta stjórnarsáttmála? Besta? Já, ég held að við höfum náð mjög merkilegum árangri við Sigmundur Davíð þegar við vinnum saman. Sérstaklega er ég að horfa þar á skuldaleiðréttinguna og síðan haftaafnámið. Skuldaleiðréttingunni fylgdu innborgarnir á húsnæðislán með skattfrjálsum úttektum séreignarsparnaðar sem eru komnar held ég yfir 130 milljarða í dag. Skattfrjáls úttekt séreignarsparnaðar fyrir utan skuldaleiðréttinguna sjálfa og síðan stöðuleika samningarnir sem að voru mjög óhefðbundin aðdragandi að svona stórum aðgerðum voru með hópa sem að koma okkur til ráðgjafar og svo fengum við alþjóðlega ráðgjaf eins og Lee Buchheit og Þetta var þegar allt var samantekið mikið afrek og byggði á samvinnu flokkana taka þetta skref fyrir skref og vanda sig og missa aldrei sjónar ákveðnum prinsipum sem við komum okkur saman þegar við vorum í þessari vinnu eins og til dæmis að fórna ekki efnahagslegum eða félagslegum stöðuleika með aðgerðunum og þetta þyrfti alltaf að standast lög og reglur og það er svona ákveðin endanleiki í útfæslunni, þar að segja við myndum sjá fyrir öll ágreiningsmál sem getur komið upp og þetta var gríðarlega vel heppnuð aðgerð og byggði á sameiginlegum vilja okkar til þess að ráðast í þessi verkefni. Já, það eru margir sammála bjarna hana. 2013, þessi ríkisstjórn er, Þetta var mjög dramatískar breytingar sem urðu Sjáðu til dæmis að þarna verður hrein staða þjóðarbúsins í útlöndum í fyrst skipti jákvæð í áratugi og er enn að vaksa. Og kunnuðu bestu þakki fyrir? Já, það kom að rittara spurningum í blandi almenna spurningar er búið sjút upp. Við skulum hafa þetta bara hálf hraða spurningar. Já. Þú þetta getur tekið lengri tíma ef þú vilt það. Bjarni alltaf veðklæddur. Já, Bjarni maður, þú hefur vantilega vestlað við herramenn að bólhaldi í 4, eða hvað? Jú, ég hef keypt sjáðum föt. Já, enda glæsilega flíkur þar að finna.
byrjum á því Bjarni það mætti velja þér eina flíki í sútöp var það skórnir, var það jakkafötin var það jafnvel góð frakki Ég held ég myndi líklega bara láta á seima mig eitthvað góðan blazer og vanda mig mjög það eitthvað gott efni í blazerinn. Já. Verður Stjarnan Íslandsmeistari í körfubolta? Já, það hlýtur að vera ég var á villibráðar hlaðborði helgina með þeim og sá að það var svona eitthvað sigurglampi í augunum að Uppáhaldsborg í heiminum? Erfið spurning maður Vá Helgaferð Já, ég meina það er nú margar sem ég held upp á en já, ég get alveg sett minnst okkur Þóru finnst mjög gaman að fara til Milano Já Það er svona eitthvað stemming þar og við erum ennþá að finna ný hverfi og við fórum þangað núna í janúar og vorum að duttum inn í ný hverfi og nýja staði sem við hefum ekki áður séð bara góð stemming þar og stutt í allar áttir líka þaðan þannig að það er gaman að koma þangað Já. En það eru margar til fallegri þó að dómkirkjan í Milano sé stórkostleg Hvort myndir aldrei með að fara út fyrir bæjarmörk Garðabæjar eða aldrei með að fara í Garðabæjan aftur? Stórt er spurt ég held ef ég á að vera alveg hreinskilin þá held ég myndi sætta mig við að fara ekki í Garðabæinn aftur frekar heldur en að vera fastur það til eilíðar Þú átt einstaklega glæsilegan stjórnmálaferil og náður að halda flokknum í ríkisstjórn sleitulaust frá 2013 til 2024 en hvenær var mesta krísustjórnin á þessum tíma? Það er í COVID held ég að hafi verið erfiðast fyrir okkur öll það var bara mjög erfitt hjá þjóðinni mjög erfitt hjá rekstraraðalum við vorum að banna fólki að halda fyrirtækjum opnum, banna fólki að koma saman, þetta var bara hörmungatími og bara mjög erfitt, líka pólitískt og bara leiðilegt sko. Já. Birgir Snær spyr hvað andstæðing í pólitíkinni hefur helst vilja bróka? Já, þú segir nokkuð. Er það Pírati eða? Ég veit ekki hvað ég á að segja sko, ég menna eins og má sjá þá hef ég enga sérstaka þörf fyrir að bróka neitt úr neitt anstæðing en bam bara eitthvað sem að var að bera upp á mig vantraust sko, gerist það ekki eitthvað það kom vantraust á okkur í fyrra vor, var ekki bara Inga Sæland sem að hendi vantraust á okkur? Já, gott ef ekki. Verðum við ekki bara bróka það fyrir það? Já, við veist það bara við erum refsing Guðmundur Ágúst, atvinnukylningur í golfi spyr, verður forgjöfinin komið niður fyrir stýrivexti í haust? Nei, það er nú ólíklegt sko En verður stýrivexti komið upp fyrir forgjöfina? Sko, ég skal vera alveg hreinskil með það mitt næsta markmið er bara aftur að finna sveifluna mína og komið niður fyrir 20 þegar ég er komið niður fyrir 20 þá fer ég í 15 og ef ég kemst á næstu 2 árum á bilinu 10-15 þá verður ég rosa glaður maður Já. Það er alveg nóg fyrir mig Það væri ansið gott Hvernig telur þú að hægt sé að auka stöðuleika bankakerfisins þannig að þeir þurfu ekki að reiða sig á bailouts frá ríkinu erfiðum tím er það bara aukið regluverk spyr Eyþór Helgason, hann meina létta í lokin Ég held bara að við séum í raun og veru búin að svara þessara spurningu með nýja regluverkinu við erum komið með það mikla buffera í kerfin sko eiginfjárreglurnar og eiginfjáraukarnir sem eru til staðar áhættuvogin fyrir útlánin við sjáum þetta bara á eiginfjárstöðu bankana í dag reglurnar það hvað tekur við ef þeir lenda í greiðsluvanda þessi sjóðir og annað sko, við erum í raun og veru búin að svara þessari spurningu og þetta er nýja evróska regluverkið sem meðal annars byggir á lausn sem að við Íslendingar vorum fyrstir til að innleiða við vorum fyrst til að innleiða það er að segja að ef að banki lendir í raun og veru í greiðsluþroti að þá sé hægt að réttlæta það að veita innstæðum sérstakt skjól og það sé hægt að koma á fót banka sem að er reistur á grunni þess gamla
og eignirnar séu færðar yfir á ég ætla ekki að segja á hrakvirði en á virði sem að tekur mið af aðstæðum á þeim tímapunkti og sko þetta svona nú ég komin út í dálítið tæknileg mál en ég bara punkturinn sá að evrópska regluverkið bankastarfsemi var endurskrifað eftir hrunið við erum búin að vera innleiða það í köflum og ég held að við séum búin að búa til allt aðra buffera heldur en og tryggingar fyrir því að þetta þurfi að gerast þannig að ég er bara mjög áhyggjulaus í augnablikinu en mun koma önnur bankakrísa eftir í framtíðinni, já það er mjög líklegt en við verðum með miklu betri varnir á þeim tímapunkti heldur en við höfðum síðast Já David Jones, döðlukongurinn sjálfur Þorvaldur Freyr, hann spyr sérðu hægði, já fáránlega góða döðlur Sorry, bara misti mig Þorvaldur spyr sérðu hægði að efla samstarf milli Grænlands og Íslands Já, við höfum lengi séð mikinn hag í því og getur orðið mjög mikil gagnkvæmur ávinningur af því það hafa komið út skýrslur þetta Guðlaugur Þór lét taka saman sérstaka skýrslu sem að fjallaði svona tækifærin á þessu sviðinu því miður hafa verið ákveðnar svona tæknilegar hindranir og einhverjar svona stjórnsýslulegar hindranir á enn frekara samstarfi en til dæmis bara á sviði menntamála, á sviði menningamála, á sviði heilbrigðisþjónustu væri hægt að gera ýmislegt en síðan líka í viðskiptum Arion banki hefur til dæmis gefið það út að hann vilji vera svona banki norðurslóðana og þar aldeilis sko hægt að sjá fyrir sér að geti verið mikið fjárfestingatækifæri og ef að við Íslendingar getum verið svona þeir aðilar sem eru að deila þekkingu, reynslu og komi fjármagn í uppbyggingu innviða og til að fjármagna ný fyrirtæki og verkefni á Grænlandi þá held ég að það geti verið stórkostlegt og við þurfum þá líka að finna leiðir til þess að geta staðið með grænlendingum og mætt þeirra þörfum eins og á þarf að halda. Það getur verið varandi flutningaleiðir, orkumál framtíðan eru mjög spennandi. Það eru aðilar sem hafa áhuga á því að virkja fallvötnin á Grænlandi og þá spurningin hvert liggja strengirnir og munu þeir mögulega eftir koma hingað undir einhverjum kringumstæðum. Það mjög margt sem segir okkur við að fylgjast vel með þróunin á Grænlandi. Þar eru líka verðmætir málmar eins og verið að ræða þessar mundir. Svona sjaldgæfir, rare earths, materials og alveg klart mál að við þurfum að halda góðu samstarfi við stjórnvöld þar. Sigur Bragi spyr af hverju elskar Sjálfstæðisflokkurinn LÍÚ svona mikið? Ég ætla að segja bara að við höfum staðið með aflamarkskerfinu sem að tók við af tímabilinu sem að einkendist af of mikilli fjárfestingu og of miklum veiðum. Það sem að þurfti að gera þegar aflamarkskerfið var smíðað var að það þurfti að annars vegar að takmarka sókn í stofnana sem voru ofveitir en til þess að veiðarnar eru arðbærar þá þurfti líka að takmarka afkasta getu flotans og það þýddi að við fórum í úreldingar og fækkuðum skipunum og leyfðum mönnum að flytja heimildir á milli skipa og það sem að við fengum út úr þessu sem þjóð arðbærar veiðar og það það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið með ekkert alltaf verið óumdeilt í Sjálfstæðisflokknum og heldur ekki á þinginu á sín tíma þegar að þessar svona stóru breytingar voru gerðar voru uppi skiptar skoðanir í Sjálfstæðisflokknum en við höfum síðan séð það að við fórum úr því að vera með víða gjaldþrota bæjarútgerðir og mikla erfiðleika í sjávarútvegi, hraðfrysti húsa fara á hausinn og annað þess áttar. Við höfum byggt okkur upp yfir áratugina á grundvelli aflamarkskerfisins með þeim hætti að veiðarnir eru orðnar arðbærar, þær skila þjóðarbúin í heild meiri ávinningi heldur en á við annar staðar
og svo var verið að skrifa nýlega í grein í Morgunblaðinu og þá eru meira að segja okkar sko útflytjendur á Íslandi, þeir eru að keppa á mörkuðum við afurðir sem að víða eru niðurgreiddar af ríkissjóðum eða ríkjasamböndum annar staðar. Þannig að ég myndi ekki segja að mér finnst ekki sanngjarnt að segja að Sjálfstæðisflokkurinn standi eitthvað sérstaklega með LÍU, en við höfum staðið með aflamarkskerfinu og við höfum ekki viljað fórna því nema að hafa eitthvað annað betra í staðinn sem að við erum alveg tilbúin til að ræða og ég hef skrifað inn í stjórnarsáttmála að við verum tilbúin til að skoða það hvort með einhverjum hætti mætti nýta markaðina betur til þess að auka verðið, en þær tillögur hafa bara einfaldlega ekki verið smíðaðar. Og svo vil ég líka segja það að við höfum ríkan skilning á því í Sjálfstæðisflokknum að svona fjölbreytnin í kerfinu er líka ein af lykilstoðunum. Það myndi ekki gagna samfélaginu að vera með eitt stórt fyrirtæki sem mætti allar heimildirnar. Það er mikilvægt fyrir landsbyggðirnar að það séu fjölbreyttir ekstra form. En fyrir þjóðarbúið í heild þá skiptir öllu að sé verið að skapa verðmæti. Veiðar og vinnsla hafa verið oft að það sé á sömu hendi hefur verið gagnrýnt en við sjáum það til dæmis í Noregi að þar er miklu meira flutt út og óunnið heldur en á Íslandi og þeir verða af verðmætum með því. Þetta er það sem hefur alltaf ráðið okkar afstöðu í þessu. Já, og við erum auðvitað mjög framalega í vinslu og þróun á vinslu hér. Við erum að skapa brautryðjandi lausnir í umhverfinu sem við búum við. Halldór Grétar spyr, hvað myndi 2% lækkun stýrivaxta skila sér í lækkun ríkisútgjalda á ári? Reikna þetta bara. Já, sko, þarna er verið að velta fyrir sér hvað greiddir vextir ríkisins á ári myndu lækka mikið. Þegar fólk talar að ríkissjóður sé með yfir 100 milljarða vaxtabyrði, þá er verið að setja inn í sömu töluna fyrsta lagi vexti sem eru greiddir á því ári sem er rætt. Já. Það er verið að tala verðbætur sem eru reiknaðar á skuldina og eru felldar undir sömu tölu og svo líka er verið að tala reiknaða vexti á ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar og það eru ekki vexti sem eru greiddir á því ári, þannig að ég hef alltaf hvatti þess að fjármálaráðuneytið brjóti upp þessa vaxtatölu og sýni hvað erum við raunverulega greiða í vexti á hverju ári, hvað erum við að bara fá sem verðbætur ofan á verðtryggðar skuldir á sama ári og hvað af þessu er reiknuð stærð sem er vegna þess að við höfum upp að einhverju marki ófjármagnaðar skuldbindingar. En ég hef alltaf verið mjög ósáttur við það að við værum með þetta mikinn frumjöfnuð á Íslandi, þar að segja það er sem sagt í raun og veru afkoma ríkissjóðs fyrir alla fjármagnsliðina og þrátt fyrir þennan sterka frumjöfnuð sem við höfum verið með, þá höfum við verið að greiða hærri vexti heldur en aðrir og við höfum þurft að bera okkur saman við svona bara mjög skuldsettar þjóðir hvaða vaxtabyrði varðar. Og þetta mun ekki lagast nema okkur takist að ná betri tökum á verðbólguvæntingum til lengri tíma. Já. En við verðum að borga 2% stigum lægri vexti á öllum skuldum ríkissjóðs. Já. Það myndi muna mjög verulega það. Ég myndi giska geti slagað hátt í 20 milljarða, ekstra billi 15-20. Já. Hvernig er tilfinningin að vera topp 20 meistar á Íslandi, spyr Lúkas Leó? Hann setur hann á topp 20? Jú, það er auðvitað mjög stressandi. Það er mjög stressandi. Þú fylgir ábyrgð. Já, fylgir þið mikil ábyrgð og maður er ofta að pæla, er ég númer 17 eða er ég númer 13? Já, einmitt. Og er ég á leiðinu upp eða niður á þessum lista? Það er alls konar áhyggjur sem fylgja þessu. Auðun Bragi spyr, hvað ertu mest kýtlinn? Hvar? Ætli sé ekki bara á Iljarnar. Já. Ætli það ekki. Tristan Þórðar spyr, heilla þið að fara í fjármálagerann, til dæmis bankastarfsmaður, eða er það kósí stjórnarformennska? Ég veit það ekki, eins og ég segi, ég er bara opinn gagnvart framtíðinni. Ég hlakka mjög til að það er ekkert lænað upp? Nei,
Ég hlakka bara til að fara fást við eitthvað allt annað og ég er bara mjög forvitinn og spenntur fyrir að læra nýja hluti og það er kannski eitt gallið með að vera svona á kafi í stjórnmálunum að það er ákveðin hluti sem lokast fyrir manni finnst mér þannig að ég er alveg til að læra ýmislegt fer ég eitthvað tíman í eitthvað stjórn ég veit það getur vel verið ég hef bara ekkert ákveðið það Þú getur komið stjórn Chess After Dark Chess After Dark stjórnin Ernir Arnberg spyr Kata Jak og Bjarni Ben besta dúo allra tíma? Við vorum gott dúo Þið voru gott dúo? Já, en við vorum líka með Framsóknarflokknum þannig að við vorum já, það var svona tríó í gangi allan tíman við höfum alltaf náð vel saman og geta átt góð samskipti það var mjög mikilvægt fyrir mig og hún er líka flink í samskiptum Maður sá líka hvað hún var mikilvægt þegar hún fór Já, hún var mikilvægt fyrir stjórnina það er alveg rétt Ætla Bjarni upp á herðubreið í ár fyrst pólitíkin er ekki lengur að þvælast fyrir Já, það var mikil synd að það skildi klúðrast í fyrra þetta get ég sagt að það kom að máli við mig góða vinkona mín daginn sem að sagði mér, hún hefði farið upp á herðubreið í sumar, hún rálaði mér að gera það ekki það hefði verið hrein hörmung það hefði hrunið rétt hjá henni slíkir grjótnullungar að hún bara hrósaði happi yfir í að hafa komist lifandi niður þannig ég á nú svona eftir að gera það upp fyrir mig hvort ég ætla að leggja upp í það ég hef nú verið með þetta svona á bucketlistanum hjá mér sko þannig að ef að tækifærið opnast þá finnst mér líklegt að ég slá til Ok Er Bjarni búin að sækja vinnu hjá Hermann í Kemi? Spyr Það er ekki bara að segja Hermann í Kemi Jú, ég Hann sagði okkur að Ég veit ekki hvort að hann er með pláss fyrir mig sko það er Kannski á lagerinn? Já, það getur verið sko Ég réði hann ekkert í vinnu sko þannig að hann getur kannski launa með Já, ég veit alveg að það er alltaf eftirspurn eftir mönnum sem bekkja 130 á lagar Já, Jú, það myndi ég halda Kemi 205 litra tunnur á glussa 32 og 46 frá Orlen Oil Það er tilbúið glussan núna Á meðan að byrðir endast 99,9 Shit, það fyrir einhverja ansi marga lítra og góða lítra hérna hjá heima er ég alveg vissum sko, þá er það bara Vigni Freyr spyr hérna, hvernig er að vera með hver er með stærstu hendur sem þú tekið í? Og þú ert ekki með litlar hendur sjálfur Já, ég veit bara ekki hvað ég á að segja við þessu sko. Ég bara mann það ekki ég meina Þorsteinn Pétursson er með stóra hendur manni Akureyri Ég segi kannski Boris Johnson eða eitthvað Nei, kannski ekki Brynja Ben hvernig hefur padel breytt lífiðinu? Já, það er bara það opnaði fyrir mér skemmtilega nýja íþrótt og já, ég var í padel í vikunni ég fer nú að jafnaði kannski bara svona eins og einu sinni í viku en frábælega skemmtilegt og gott mál og það standi til að fjölga padelvöllunum Já, eftirspurn þetta því Heldur betur, það er bara lokaorðin Birkir, ég ætla að leiða þeirra Nei, við ætlum bara að nota tækifæri Bjarni takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna við viljum bara þakka þér kærlega fyrir allt sem þú hefur gert fyrir Íslenska þjóðina Þú ert Ég gerði bara mitt besta Já, ég meina, hann hefur bara komið þrisvar í þáttin en líklega, við höfum örgulega talað hann í einhverjum einasta þætti hann hefur komið bara vonandi fá að sjá þig aftur hér og bara þú ert enda á besta aldri, þú ert ekki að fara neitt þannig að við bara þökkum við kærlega fyrir komuna og takk fyrir kvöldi Já, takk fyrir mig bara og þið eru bara býsna góði sjálfur strákar Ég verð að segja það Herru, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna